Ég býð ykkur velkomin til þessar fundar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann er númer 713, haldið miðvikudaginn 21. mars 2018 og ég segi fund settan. Upphaflega voru hér 11 mál á dagskrá en þannig er málið vaxið að það hafa borist óskir 3 viðbótarmál og ég ætla að bera það upp hér í upphafi fundars. Hvert mál fyrir sig. Fyrsta lagi er það ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2017. Það er lagt til að hann verði tekinn hér fyrir strax í upphafi fundar. Þeir sem samþykkja það eru bennur rétt upp hönd. Öðru lagi var óskum það að fundargerð frá Íþrótta- og tómstundanefnd frá fundi sem haldinn var í gær á fundi nr. 219 og sú fundargerð verði líka tekin fyrir og hún færist á aftar í dagskrána. Þeir sem samþykkja það eru bennur rétt upp hönd. Og loks hér verður tekin fyrir, eða það verður samþykkt hér fyrirbæri eða liður sem heitir kosning í nefndir. Það verður kynnt nánar á eftir. Þeir sem samþykkja það, þetta er allt saman samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá göngum við til dagskrár og fyrsta á dagskránni er ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2017 og ég ætla að gefa Haraldi Sverrissyni bæjarstjóra orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk forseti. Við erum hér stödd í því verkefni að fara að ræða hér ársreikning Mosfellsbæjar fyrir umræðu sem var lagður hérna fram á bæjarráðsfundi hér áðan og vísa til fyrir umræðu bæjarstjórn. Eins og þið þekkið þá eru 2 umræður ársreikning. Það verður sem ræddur hér og kynntur hér á eftir og svo er önnur síðar umræða þá á hálfum mánuði liðnum ef að bæjarstjórn ákveður það sem að verður sjálfsagt tillagan. En endurskoðandi bæjarins, Magnús, hann mun fara hér og kynna ársreikninginn ítarlega. Hér og eftir byrjum á því verklagi í fyrra, það sé bara ágætis verklag. Mér langaði á undan því að svona, greina frá því að ég tel að niðurstaða þessa ársreikning sé afskaplega góð og jákvæð fyrir Mosfellsbæ. Rekstrar niðurstaðan er jákvæð 560 milljónir króna rúmar í samanborið við áætlun 2017 með viðaukum upp á tæpar 160 milljónir. Þannig að þetta er svona það bil 3-falt betri niðurstaða en áætlunin sagði til Ég held ég að sagt það hér í fyrra og ekki endurtekið það hérna núna, þannig sama tilefni að það er sjálfur sér ekkert sérstakt markmið að sveitarfélög sé að skila afgangi eða hagnaði en svona eins og staðan er á Mosfellsbæ þessi árin að þá er mikilvægt að afkoman sé góð. Við erum hér í mjög mikilli uppbyggingu bærinn og stórum og miklum fjárfestingum og það þýðir það að það er ástæða til þess að það séu til fjármunir úr rekstrinum til að standa undir að minnsta kosti hluti af þeim fjárfestingum. Til þess að það þurfi nú ekki allt saman að fjármagnast með lántöku. Eðlið málsins samkvæmt gerir það einhver hluta, jafnvel stórum hluta, vegna þess að við erum að byggja hér til næstu áratuga og árhundraða jafnvel. Stóra skóla og stór mannvirki og mikilvæg og það er ekkert ætlast til að það séu bara borgaðar úr vasa skattborgara akkurat í núinu því að þeir eru framkvæmdar, heldur það dreifist það yfir lengri tíma. En það er líka mikilvægt að hluti af þeim fjárfestingum fjármögnun þeirra geti reksturinn staðið undir. Og hann er svo sannarlega að gera það hérna hjá okkur þessi árin. Það var ágætis afgangur á rekstri fyrir árið 2016 og enn betri fyrir árið 2017. En við munum það líka að þetta var ekki auðvelt verkefni hér frá árunum 2008 til kannski 2015. Það var ekki auðvelt verkefni
að hafa niðurstöðuna réttu megin við núllið og við vorum ofta tíðum á þeim árum að berjast við það að ná þessum 3 ára tekjujöfnuði, jákvæða tekjujöfnuði og það var verkefnið og hafa kennitölurnar svona nokkurn veginn í lagi. Þannig að það er ánægjulegt að þegar að árferðið er með þessum hætti eins og nú og uppbyggingin í bænum eins og nú að þá sé þá góður afgangur af rekstrinum. Ástæðurnar eru kannski fyrst og fremst 2 fyrir þessari breyttu, fyrir því að afgangurinn er meiri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Í fyrsta lagi hefur íbúum sveitarfélagsins fjölgað mun hraðar heldur en að við gerðum ráð fyrir. Uppbygging hefur orðið hraðari. Íbúafjölgun var á árinu 2017 8%. Ég held að það sé bara nánast fordæmalaus fjölgun og sem að við sjáum nú bara, við lítum hér út úr gluggann þegar það er náttúrulega fyrst og fremst stærsti hlutin er uppbygging í Helgalandshverfi og svo þetta líka í Leirvogstungu og öðrum stöðum og nú er að hefjast mikil uppbygging í miðbænum og það er gert ráð fyrir að fjölgun í bænum haldi áfram þó sé kannski ekki alveg í þessum stökkum. Við gerum ráð fyrir milli 5 og 6% á árinu 2018 og þessu ári sem er reyndar mjög mikið, mjög mikið, en síðan svona farið að draga úr fjölguninni. Þetta þýðir það að útsvarstekjur eru hærri heldur en að við gerðum ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Það eru fleiri íbúar sem borga útsvar heldur en gert á ráð fyrir og sem að eykur tekjuflæði til sveitarfélagsins verulega. Þetta þýðir líka að það eru örlítið hærri útgjöld, fleiri íbúum fylgir meiri kostnaður, eðli málsins samkvæmt, en útgjöld á aukningin er mun minni heldur en tekjuaukningin, sem þýðir þá að netto áhrifin af þessu eru bæjarfélaginu mjög í hag. Hin ástæðan, ég nefndi þetta tvær ástæður sérstaklega, er svo að verðlag hefur hækkað mjög minna heldur en fjárhagsáætlunin sagði til. Verðbólga í landinu hefur verið minni sem þýðir þá að verðbætur eru lægri og þýðir þá að fjármagnsliðir eru lægri heldur en áætlunin sagði til. Þetta eru svona 2 megin ástæður þess að afkoman er með þessum hætti og líka sýnir sig þá í því hvað uppbyggingafasa við erum. Helgafells skóli er að rísa. Fyrsti áfangi hans verður tekin í notkun næstu áramót. Það er búið að taka ákvörðun hér að byggja hér yfirbyggt knatthús eða fjölnota íþróttahús sem er í útboðsferli og gert ráð fyrir að vera tilbúið fyrir part næsta árs, þannig að það eru miklar fjárfestingar í gangi fyrir utan aðrar fjárfestingar eins og gatnagerð og slíkt og það er ánægjulegt að þessi niðurstaða sé með þessum hætti. Allar kennitölur reikningsins eru góðar. Ég geti fullyrt það, veltufé frá rekstri er yfir 10%, framlegð hátt í milli 14 og 15% og svo framvegis, þannig að skuldaviðmið og skuldahlutfalli fer lækkandi. Þó að skuldirnar per íbúa, skuldastabbinn sem slíkur sé kannski ekki að lækka, en þá er skuldaviðmið að lækka og skuldir per íbúa að lækka. Þannig að það eru jákvæð merki í reikningnum. Mér langaði þetta tækifæri að lýsa yfir ánægju minni með það og ég vona nú að aðrir bæjarstjórnarmenn séu ánægðir með þetta líka. En langaði síðan að fá að þakka öllum þeim sem komu að gerð reikningsins, fjármáladeildin allri, framkvæmdastjórum og forstöðumönnum stofnana, að skila hér góðum reglulegum upplýsingum inn í kerfið okkar og endurskoðendunum. Þeir eru búin að vera hér undanfarnar vikur, þýðir gestir hér á skrifstofunum eða yfirfara að endurskoða reikninginn fyrir þeirra framlag í þennan ársreikning og legg til að bæjarstjórn taki undir þær þakkir. En síðan er það þá forseti endurskoðandi sem myndi fara yfir talnabálka reikningsins. Já. Það er þá næsta á mældagskrá, það er Magnús Jónsson, endurskoðandi bæjarins. Ég ætla að gefa honum orðið. Gjörðu svo vel, Magnús.
Já, takk fyrir það. Svolítið ágætu bæjarfulltrúar, gestir. Búið að hafa þetta bara svona. Ég ætla að vera með þetta upp á tjaldi en þið eru með þetta í gögnum líka, þannig að þið bara segir til ef þið sjáu þetta ekki vel. Það aðeins bara áður ég byrja þið fengu núna í hendur 3 plögg, það er að segja ársreikningin sjálfan sem ég ætla að fara hér yfir svona í stórum dráttum, endurskoðunar skýrsluna og svo hér yfirlit, ítarefni sem þá samstæðu yfirlit, málaflokka yfirlit og deilda yfirlit, hér heft í horn. Þannig að þetta eru sambærileg gögn og þið hafa verið að fá undanfarin ár. Þið fáið þetta svo á tölvutæku formi jafnframt en eins og bæjarstjóri sagði það var þetta fyrri umræðu reikningin. Bæjarráð hefur samþykktan eða undirritaðan við fyrri umræðu og vísað honum til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Mosfellsbær er með skráð skuldabréf í Kauphöll Íslands, þar leiðandi þarf sveitarfélagið að birta reikninginn í dag í kjölfar þessa fundar en hinn eiginlega afgreiðsla og samþykkt bæjarstjórnar og áritun endurskoðanda þá ekki fyrir við síðar umræðu sem þá áformuð 4. eða 5. apríl, 22 vikur hér frá. Þannig að og ég ætlaði bara að hafa þetta hér upp á tjaldinu, fletta þessu hér samhliða, við getum kannski... Já, ég verði eitthvað takkvara fyrir þig? Nei, ég er með mús hér. Ég sjáu þetta svona Þú vil líka tekið tölvuna með þér? Sjáu þetta svona þokkalega. Já, bara fyrst hér kannski á blaðsíðu, og við byrjum hér í ársreikningnum sjálfum, á blaðsíðu 3. Í reikningnum er hér skýrsla á orðum bæjarstjóra, bæjarráðs og bæjarstjórnar. Hún er með hefðbundnu sniði, gert grein fyrir helstu niðurstöðutölum og dagsettur í dag, 21. mars og svo verður hann áritaður eins og áður segir við síðar umræðu. Á blaðsíðu 4 er svo áritun endurskoðanda og það er sama verklag haft á því og við höfðum í fyrra. Það er að segja við birtum ekki áritun okkar fyrir en við síðar umræðu, bara svona til þess að forðast misskilning varðandi af því að það þarf að birta reikningin í Kauphöllinni. Við birtum bara þarna stutta málsgrein sem að segir að endurskoðandi muni árita reikningin samhliða áritun bæjarstjórnar við síðar umræðu bæjarstjórn. Þannig að það sé sagt. Á blaðsíðu 6 eru svo rekstrarreikningurinn 2017 og þetta er sama framsetning og verið hefur, það er engin breyting í því. Það er að segja A hlutin er settur fram í fyrri 3 dálkunum og svo samantekin á B hluti í síðari 3 dálkunum og þarna er upplýsingar ársreikningin sem sagt 2017, rauntölu 2017, áætlun 2017 með viðaukum og svo rauntölur fyrra árs, þarna í blágráu dálkunum. Og ef við horfum á þetta bara fyrir samstæðan í heild, fyrir umsvif sveitarfélagsins í heild, þá eru rekstratekjur ársins ríflega 10 milljarðar, 10 milljarðar og 15 milljónum betur, samanborið við ríflega 9,1 milljarð á fyrra ári. Áætlunin gerði ráð fyrir 9,6 milljörðum tæpum með viðaukum. Rekstrartekjur greinast þannig að útsvar og fasteignaskattar eru 6 milljarðar 102 milljónir, samanborið við 5,4 milljarðar ríflega á fyrra ári og tæpa eða ríflega 5,9 milljarðar samkvæmt áætlun. Þannig eins og bæjarstjóri nefndi að það er verulegur hækkun eða veruleg aukning útsvars og fasteignaskatta á árinu 2017. Framlög jöfnunarsjóðs nema þarna tæpum 1700 milljónum, hækka bæði frá áætlun og fyrra ári og svo aðra tekjur eru þarna upp á 2,2 milljarða tæpa. Rekstrargjöldin samantekin eru 8,7 milljarðar ríflega, 8 milljarðar 763 milljónir, voru 7,8 tæpir á fyrra ári og áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir 8,4 milljörðum í rekstrargjöld. Eins og áður eru laun og tengd gjöld stærsti hluti rekstrargjaldana, það er að segja 4,5 milljarður fer í laun og tengd gjöld. Áætlun gerir ráð fyrir 4,4 milljörðum og ásetningu fyrra árs var með 3,9. Þarna er rétt að hafa í huga og við förum kannski betur yfir það því ég fer yfir endurskoðunarskýrsluna og þarna er búið að gjaldfæra hluta af áhrifum brúar uppgjörsins sem við þekkið. Uppgjör vegna A-deildar brúar lífeyrissjóðs, það eru 212 milljónir
sem að gjaldfærast á árinu 2017 en eru raunverulega einskiptis gjaldfærsla og eru þar alveg ekki inn í tölum fyrra árs. Þannig að menn hafa það í huga þegar menn fara að bera saman laun og tengd gjöld á milli ára. Lífeyrisskuldbindingin, breytingin á henni svo dregin fram þarna í sérstakri línu, 201 miljón og svo annar rekstrarkostnaður upp á ríflega 4 milljarða og 38 milljónum betur. Rekstrarniðurstaðan fyrir afskriftir eru þá 1253 milljónir, samanborið við 1314 tæpar á fyrra ári og tæpar 1200 samkvæmt fjárhagsáætlun með viðaukum. Afskriftir 332 og rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða upp á 920 milljónir. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur eru þá 326 og þið sjáum það lækkar talsvert á milli ára. Við höfum aðeins betur það í skýrslunni, hvað skýrir þá lækkun, svona umfram almennt verðlag og vexti. Tekjuskattur sem kemur úr Hitaveitu Mosfellsbæjar upp á 34 milljónir og rekstrarniðurstaðan þá saman tekin upp á 560 milljónir árið 2017, samanborið við 380 á fyrra ári og fjárhagsáætlun með viðaukum gerði ráð fyrir 160 milljón króna rekstrarafgangi tæplega. Ef þú horftir á A-hlutann, þá er rekstrarniðurstaðan 421 miljón og ásetningur fyrra árs var með 213 og þar gerði áætlun með viðaukum ráð fyrir ríflega 53 miljón króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Þannig að A-hlutin er umtalsverður yfir áætlun. Nú, efnahagsreikningurinn er hér á blaðsíðu 7 og heildareignir sveitarfélagsins í árslok 2017 eru komnar í tæplega 17,4 milljarða, 17 milljarða 386 milljónir og þær aukast úr tæpum 16 eða ríflega 15,9 milljörðum á fyrra ári. Og þarna sjáum við að A-hlutin það er engar áætlanir í efnahagsreikningnum. Þeir eru með rauntölur 2016 og 17 annars vegar fyrir A-hluta og svo hins vegar fyrir B-hluta. Nú, eðli málsins samkvæmt í rekstri sveitarfélaga þá eru lungin af eignum þeirra bundin í fastafjármunum. Það er að segja varanlegum rekstrarfjármunum, fasteignum, byggingalandi, veitum og fleiru sem sveitarfélögin nýta til sinna verkefna. Að auki eru svo eignarhlutir í félögum upp á 250 milljónir tæpar og svo langtímakröfur upp á 810 milljónir og þar er að stórum hluta krafa á ríkissjóð vegna hjúkrunarheimilis sem þið þekkið frá fyrra ári. Samantekið er þetta 15,5 milljarður tæpur sem eru bundnir í fastafjármunum og svo eru þá veltufjármunir sem gert ráð fyrir því að innheimtist á árinu 2018 upp á 1928 miljón. Stærsti hlutin af þeim er fólgin í annars vegar í óinnheimtum tekjum sem eru upp á ríflega milljarð sem eru þá bæði skatttekjur og svo aðra tekjur sem eru bara útistandandi yfir áramótin og innheimtast á upphafsmánuðum ársins 2018 og svo aðra skammtímakröfur sem sjáum við að hækka býsna rösklega á milli ára og það skýrist af því að sveitarfélagið gerði raunverulega upp við brú fyrir áramótin en skuldin var raunverulega ekki samþykkt fyrir við afgreiðslu bæjarstjórnar í febrúar. Þar af leiðandi færum við þetta sem kröfu á brú þangað til að skuldin er samþykkt og þá skuldajafnast þetta. Það þýðir það að það er aðeins sveiflur þarna í jafnaðarreikningnum en eiga sér þessar eðlilegu skýringar. Hann bar tvö svo í árslok 53 milljónir, þannig að heildareignir eins og áður sagði 17,4 milljarðar tæpir. Nú, skuldir og eigið fé. Eigið fé sveitarfélagsins er jákvætt um 5,6 milljarða tæpa í árslok 2017. Það hækkar sem nemur auðvitað afkoma ársins og einnig er framkvæmt endurmat á lóðum og lendum eins og regluverk sveitarfélagana mæla fyrir Skuldbindingar eru svo 1596 milljónir. Langstærstu hlutin eru lífeyrisskuldbindingin upp á 1590 milljónir en svo er þarna óveruleg skattskuldbinding sem tilheyrir Hitaveitu Mosfellsbæjar. Langtímaskuldir eru mjög sambærilegar á fyrra ári, tæpir 8 milljarðar og langstærsti hluti þeirra eru við skuldir við lánastofnanir en óverulegur hluti eða 150 milljónir eru leiguskuldir. Skammtímaskuldir sem koma þá til greiðslu 2018
sem verið að gera ráð fyrir að koma til greiðslu 2018 eru þarna 2,2 milljarðar, rétt tæplega. Næsta árs afborganir langtímaskuld upp á 785, næsta árs afborganir leiguskuld upp á 26 og aðra skammtímaskuldir upp á tæp 1400.000. Nei, upp á segi 1,4 milljarðar fyrirgefið, 1400 milljónir. Skuldir og skuldbindingar samtals upp á 11,8 milljarðar tæplega, samanborið við 11,2 ríflega á fyrra ári. Nú, aðeins með sjóðstreymis yfirlitið, svona hvernig fjármunirnir að verða til og hvernig þeim ráðstafað á árinu 2017. Við erum þarna með afkomuna í efstu línunni eins og hún kemur út úr rekstrarreikningnum. Samstæðan að skila 560 milljónum í jákvæða rekstrarniðurstöðu. Við leiðréttum svo fyrir þeim liðum sem ekki að hreyfa handbært fé, kalla ekki á útstreymi eða innstreymi fjár og það gefur okkur veltu fyrir rekstri sem við höfum nú svona beint mönnum í að horfa á í gegnum árin, 1235 milljónir og það raunverulega það sem rekstur sveitarfélagsins að skila árinu 2017 samanborið við 1109 á fyrra ári og 910 samkvæmt áætlun. Þannig að fjármunamyndunin er talsvert betri bæði í samanborið við fyrra ár og þær væntingar sem voru settar fram í áætlun. Nú við tökum svo tillit til rekstratengda eigna og skulda, þar að segja hvað mikið af þessu veldufé er þá bundið í kröfum og öðru eða þá nýtt til þess að greiða niður skammtímaskuldir. Það hefur neikvæð áhrif upp á 340 milljónir, þannig að handbært fé frá rekstri í árslok eru tæpar 900 milljónir, 895 milljónir. Þeim þá ráðstafað í fjárfestingar sem eru saman tekið upp á 845, þar að segja tæpur milljarður fer í fjárfestingar í varanlegum restarfjármunum, en svo greiðist af langtíma kröfum, þá bæði kröfu vegna gatnagerðar gjalda og vegna hjúkrunarheimilis upp á 110 sem kemur þá þar á móti. Og svo eru hefðbundnar fjármögnunarhreyfingar, þar að segja það greitt af lánum og leiguskuldum upp á 750 milljónir og 25 og svo tekið lán upp á 700 milljónir. Þannig að þetta saman tekið þýðir lækkun á handbæru fé upp á 23 milljónir árið 2017. Handbært fé var í ársbyrjun 77 og eru 53 í árslok. Síðan eru hér hefðbundnar skýringar hér á eftir og sem ég ætla nú svo sem ekki að fara djúpt í. Sundurliðanir á ýmsum liðum og þetta er bara sett fram í sömu röð og reikningur kemur fyrir. Það eru sundurliðanir á rekstrarliðum og efnahagsliðum. Fjallaði önnur mál hér aftarlega, sérstök umfjöllun brú lífeyrissjóð og þetta stórar tölur og svona hvernig það kemur við ásetningin. Svo eru ítarlega lykiltölur þar á eftir, þar sem reksturinn bæði fyrir A og B-hluta er greindur í hlutfalli við tekjur niður á íbúa og sýnt 5 ára yfirleitt hvað það varðar. Það jafnframt hér aftarlega í reikningnum samanburði við rekstraráætlanir, þannig að bæjarfulltrúar geta glöggvað á því hvernig upphaflega áætlun þróaðist yfir í áætlun með viðaukum. Það jafnframt umfjöllun þetta allt í skýrslunni, þannig ég ætla svo sem kannski bara að taka þetta þeim megin. Veksamt athyglingar á því að aftast í ásetningnum er sambærileg yfirlýsingu á fyrra ári varðandi stjórnarhætti og fjárhagslegar upplýsingar og þannig að hún er raunverulega bara sett fram með sama hætti og var gert þá og er þannig brugðist við kröfum kaupallar varðandi þær upplýsingar. Þannig að það er mat okkar að reikningurinn innifeli allar þær upplýsingar sem lög kveða á um. Þetta er ásetningurinn og þið getum auðvitað spurt mig og okkur út í hann hér á eftir. En mér langaði að færa mig yfir í endurskoðunarskýrsluna. Og hún er hér svo sem hefðbundin eins og hún hefur verið sett svona í megindráttum á fyrri árum. Henni er beint til bæjarstjórnar og er svona okkar vettvangur til að koma á framfæri svona okkar niðurstöðum af okkar vinnu, gera grein fyrir svona helstu liðum
og svo eru þetta í þess að finna ýmsar upplýsingar og greiningar sem að eru gagnlegar eða geta verið gagnlegar fyrir bæjarfulltrúa. Afrit fer á bæjarstjóra og hér er svona í aðfara orðum er svona gert grein fyrir því að ágætt að hafa þann fyrirvar á þessu að við auðvitað erum ekki að ljúka okkar vinnu fyrir við síðarumræðu og það er ágætt að hafa þann fyrirvar á þessu öllu. Við auðvitað gerum ekki ráð fyrir að það verði neina breytingar á milli umræðuna en það er auðvitað aldrei hægt að útiloka slíkt. Þannig að við höldum, en við höfum samt vilja hafa þann háttinn á að leggja skýrslu okkar fyrir við fyrri umræðuna því að þá er svona megin þungin auðvitað í umræðunum menn svona þannig að það er svona það verklag sem við höfum haft en ágætt að hafa það í huga að við ljúkum raunverulega ekki okkar vinnu fyrir við árið. Hún er þá dagsett í dag og svona það er aðeins hér bara svona yfirlitsmyndir hér framan af helstu niðurstöður og við kannski bara byrjum þar á blaðsíðu 5. Við gerum grein fyrir mikilvægismörkum og þetta er kannski tæknilegt fyrir ykkur en okkar nálgun byggir á því að við nálgumst þetta út frá því að það sé svona ákveðin fjárhæð sem er ásættanleg skekkja í reikningnum. Það er að segja við miðum vinnu okkar ekki við það að finna hverja krónu sem mögulega hefur misfarist. Heldur teljum við að það sé ákveðin fjárhæð í reikningnum sem að gera það verkum að lesandinn breyti ekki afstöðu sinni eða ákvörðunum sem hann tekur á grundvelli hans. Þetta er bara í samræmi við það regluverk sem við vinnum eftir og okkur ber að vekja athygli ykkur á því. Við miðum þetta við 1% af heildartekjum og þetta er 96 milljónir sem við miðum mikilvægismörkin við. Við greinum frá öllum skekkjum eða mismunum sem uppkoma sem eru yfir 5 milljónum og það í því felst bara að þeir fara þá inn í skýrsluna og það er einn slíkur munur á árinu 2017 og það helgast af því að það kom upp mismunur upp á 11 milljónir króna vegna óinnheimtra tekna vegna byggingarleyfisgjalda sem menn töldu ekki vera skilvirkt að taka reikninginu upp út af. Það var óveruleg áhrif og kröfur því ofmetnar 11 milljónir. Þetta leiðir til svo bara í upphaf árs 2018 og hefur öðruleiti engin áhrif en bara í samræmi við þetta þá er það upplýst hér í niðurstöðum okkar. Undir óafgreidd mál þá erum við með áritun endurskoðanda, hún er auðvitað við síðarumræðu eins og ég nefndi. Staðfestingarbréf stjórnenda verður áritað við síðarumræðu og afgreiðslu á áritun bæjarstjórnar auðvitað. Við fjöllum alltaf veikleika í innra eftirliti og það höfum við þetta rætt hér áður. Við gerum stjórnendum grein fyrir svona okkar ábendingum og því sem við finnum hér í vinnu okkar í sérstökum bréfum sem við beinum svona til innan við. Bæði hvað varðar stjórnsýslu og þess að við köllum bréf til bæjarstjóra. Og það er bara í sama ferli, þar fylgjum við eftir ábendingum fyrri ára og svona gerum grein fyrir ef eitthvað nýtt hefur komið upp og ef var eitthvað sérstakt þess eðlis að það eigi heima í þessari skýrslu þá kæmi það fram hér í niðurstöðum okkar. Það er engar ábendingar þess eðlis vegna ársins 2017. Almennt er hér allt í svona góðu lagi ákomandi og þær ábendingar sem eru setta fram eru þá meira til að koma málum í farveg. Við erum svo hér með áherslur í endurskoðun og það eru svona þeir liðir sem við þá fjöllum hér á eftir og ég ætla bara að færa mig yfir í það. Við birtum fyrirhugað áritun okkar, það er að segja við fyrirhugum að árita reikningin bara með hefðbundinni áritun og okkur þykir eðlilegt að birta hana á þessu vettvangi en eins og áður segið þá kemur hún inn í ásetningi við síðarumræðu þegar hann er birtur í kaupöldinni. Við auðvitað í skoðun okkar beinum við athygli okkar að fjárhagskerfum og svona verklagi í kringum fjármál og færslur, verklagi á fjármálasviði og okkar nálgun sífellt meira beinist að kerfum, fjárhagsuppsýslukerfunum og þeim upplýsingar sem að verða til í þeim, fremur en að við séum að fletta hér í pappírum. Það auðvitað þýðir það að við getum skoðað mun meira af gögnum og teljum að sú nálgun sé bæði skilvirkari og gefa okkur svona nákvæmari niðurstöður. Og við fjöllum að þessum þá vinnu okkar hér og gerum grein fyrir því að það er engin verulegir veikleikar sem koma fram.
Það ágætt að menn, og ég hnykki nú því við þessa yfirferð okkar, það menn rökk oft við þegar þetta orðalag okkar verulegir veikleikar og vilja þó meina að það séu þá einhverjir veikleikar en í okkar nálgun þá eru veikleikar ýmist bara óverulegir og þar af leiðandi ekki settir inn í þessa skýrslu eða verulegir og koma þá hér fram. Þannig að það þarf ekki að leggja neitt annan skilning í það. Þannig að engir verulegir veikleikar sem að því tengjast. Annað sem okkur ber að skoða sérstaklega og fjalla í skýrslum okkar og það gerum við ekki að neinu sérstöku tilefni. Tek það venjulega fram þannig að menn rökkum nú ekki við en okkur ber að skoða sérstaklega mögulega sniðgöngu stjórnenda á innra eftirliti. Stjórnendur eru almennt séð í þeirri stöð að geta átt við færslur, misfæri með fjárhagsupplýsingar og svo framvegis. Þar af leiðandi fær þetta í regluverki okkar sérstaka athygli. Og við framkvæmum á þessu hefðbundna prófanir og staðfestu bara að það ekkert sem að koma upp í tengslu við þá vinnu. Og okkur ber að fjalla það í okkar skýrslu. Stjórnsýsluskoðun framkvæmd með hefðbundnu sniði. Cecilia Árnadóttir, lögmaður hjá okkur hjá KPMG og sérfræðingur í sveitarstjórnarrétti, hún framkvæmir þá skoðun og skilar bæjarstjóra niðurstöðum sínum og það er engar ábendingar þar sem eiga erindi í þessa skýrslu. Þannig að frá því greint hér. Við fjöllum svo nokkuð ítarlega hér samkomulag við Brú lífeyrissjóð sem þið auðvitað þekkið og ég ætla kannski ekki að fara djúpt í. Þetta auðvitað hefur áhrif á ársreikning 2017, það er að segja sá hluti sem til kominn vegna jafnvægis sjóðs eða þessa fortíðar halla A-deildarinnar. Hann tekinn inn undir árið 2017 og gjaldfærður eins og ég nefndi, þetta eru 212 milljónir sem hafa þetta áhrif á rekstrarniðurstöðuna. Og svo þá gert ráð fyrir því að lífeyrisaukinn og varúðarsjóðurinn lotist á þessum 20 og 30 árum eins og kveðið í reglugerðinni. Þetta auðvitað lenti aðeins upphaflega var áformað að þetta yrði allt afgreitt inn á árinu 2017, málið yrði afgreitt í tengslu við fjárhagsáætlanir, en svo dróst þetta fram yfir áramót og það svona olli ákveðnum vandræðum varðandi hvernig þetta færa þetta. En reikningsskil og uppsýkanefnd hvað upp úr það þannig að þetta bara bæri að færast með ákveðnum hætti og það sem réð svona mest í þeirri ákvörðun var það að skuldin sem slík, hún myndi ekki stofnast fyrir að bæjarstjórnir sveitarfélagana væri búin að fjalla málið og afgreiða. Fyrr en þá gæti þetta ekki orðið skuldbindandi fyrir sveitarfélaginu og þetta þá framkvæmt með samræmdum hætti hjá öllum sveitarfélagum landsins. Við fjöllum með þetta hér á tveimur glærum, förum yfir fjárhæðirnar og sundurliðum og hvernig þetta var fjármagnað. Sveitarfélagið þetta fjármagnaði þetta að stórum hluta með eigið fé en tók lán fyrir hluta greiðslunnar. Síðan förum við hér yfir á næstu síðum yfir svona helstu liði efnahagsreikningsins. Við fjöllum varanlega rekstrarfjármuni sem eru auðvitað stærsti hluti eignanna, hvernig við endurskoðum það. Við förum vel yfir fjárfestingar ársins sem eru auðvitað talsverðar, tæpur milljarður sem eru fjárfestingar hér á árinu, vísum til skýringa varðandi sundurliðanir. Förum auðvitað vel yfir verk í vinnslu sem eru hverfi hér í uppbyggingu, sem eru auðvitað stórar fjárhæðir, leigusamninga og svo auðvitað þetta endurmat á lóðum og lendum sem ég nefndi, sem framkvæmt á hverju ári og fært til eignar og yfir eigið fé ef breytingin umfram 5% og það niðurstaðan vegna 2017 hjá Mosfellsbæ og endurmat lóð og lendna nemur því 353 miljónum á árinu. Áhættufjármunir og langtímakröfur, ég nefndi hér áður eignarhlut í félögum sem eru 250 milljónir, breytast óverulega á milli ára. Stærstu hlutin í þessu eru eignarhlutir í Lánasjóði sveitarfélaga annars vegar og svo stofnfjárhlutur í slökkviliði höfuðborgarsvæðis. Við höfum farið yfir mat á þessum liðum og framkvæmt nauðsynlega vinnu. Langtímakröfurnar eins og ég nefndi, að stórum hluta leigukrafa eða langtímakrafa á ríkissjóð vegna hjúkrunarheimilis. Þetta hefur þetta fengið talsverða umfjöllun undanfarin ár. Mosfellsbær var eitt af fyrstu sveitarfélögunum sem setti þetta fram með þessum hætti, þar að segja færa þetta sem leigukröfu í staðinn fyrir að færa fastafjármun og það hefur nú verið viðurkennt af reynskilaráði að þetta sé glögg framsetning og gleggri framsetning en áður
búið að boða, þannig að þið eru með þetta með þeim hætti. Og inn í langtímakröfum eru líka langtímakröfur vegna gatnagerðargjalda sem nema tæplega 50 milljónum krónum. Nú, óunnumdar tekjur, það er aðeins breyting á framsetningu varðandi óunnumdar tekjur á milli ára. Við sýndum skatttekjur hér áður sérstaklega, en það er samkvæmt reglugerð þá teljum við eðlilega og gleggra að taka allar óunnumdar tekjur saman, þar að segja bæði skatttekjur sem eru þá útsvar og fasteignaskattar og svo aðrar tekjur sem eru þá þjónustutekjur sem er verið að innheimta í A-hlutanum og svo þá auðvitað tekjur Veitna og annarra B-hlutafyrirtækja. Þær eru alltaf settar fram saman og svo aðrar kröfur sem ekki tengjast tekjum þá sérstaklega. Nú, þetta er ríflega milljarður í árslok 2017, samanborið við tæpa 1200 milljónir í árslok 2016 og greinast þannig að skatthlutin í þessu eru þá 640 milljónir tæpar og svo aðrar óunnumdar tekjur sem eru þá út af þjónustutekjum og öðrum tekjum upp á 372. Niðurfærslan sem er þá færð í árslok 2017 nemur 343 milljónum og lækkar þarna 56 milljónir á milli ára og það skýrist af stórum hluta af breytinga á niðurfærslu á skatttekjum. Það er búið að fara vel yfir þetta matsstjórnenda hvað þetta var að bera saman við ytri gögn og við þetta höfum mjög góð gögn varðandi skatttekjurnar í þessu og teljum svo að þessi krafa, þessi eign sé rétt framsett. Aðrar skammtímakröfur, ég nefndi það áðan, hækka nokkuð duglega á milli ára og það skýrist að þessu framlagi til brúar sem var greitt fyrir áramótin og færi sér krafa á sjóðinn upp á 316 milljónir og skýrir algjörlega þessa hækkun á milli áruna 2016 og 2017. Og það er einfallega bara vegna þess að samkomulagið, það dróst að afgreiða samkomulagið fram á árið 2018. Þannig að stjórnendur voru svona í góðri trú að gera þetta upp en urðu eiginlega regluverkina bráð þegar þetta dróst fram yfir áramótin. Þannig að það ásýnir eðlilegu skýringar. Nú, skuldir við lánastofnanir, eins og ég nefndi hér fyrr, er 8,6 milljarðar eru þá skuldir við lánastofnanir, annars vegar langtíma lán sem er komað til greiðslu 2019 og síðar upp á 7,8 milljarða og svo næsta árs afborganir sem að sveitarfélagið þarf að standa skil á árinu 2018 upp á 786. Lánasafnið greinist þannig að langstærsti hlutin, ríflega tæplega 94% eru verðtryggð lán í íslenskum krónum en afgangurinn eru óverðtryggð verðtryggð lán. Eins og bæjarstjórinn nefndi þá hafa svona ytri aðstæður verið nokkuð hagfelldar, það er að segja verðbólguáhrif eru lægri en áætlanir gerir ráð fyrir og þau nema 129 milljónum á árinu og svo eru hér auðvitað fyrirvarar eða skilmálar í lánasamningum sem að sveitarfélaginu ber að standa, lúta skuldahlutfalli, skuldaviðmiði og rekstrarjöfnuði og þau skilir eru öll uppfyllt í árslok 2017. Þannig engar athugasemdir gerðar við langtíma lán. Leiguskuldir eru færðar í samræmi við reynskilareglur, það er að segja leigusamningar sem gerðir eru mannvirki til lengri en 30 ára ber að færa upp sem skuld og eign og það er gert. Þetta er að ræða 2 eignir eða 2 leigusamninga vegna reyndar einnar eignar, þverholt 2 og sem eru þá færðir upp og eru þá bara meðhöndlaðir eins og hvert annað lán í reikningsskilum og bókhaldi sveitarfélagsins. Nema 177 milljónum, 150 til langstíma og það er verið að greiða 27 milljónur af þessu á árinu 2018. Nú, lífeyrisskuldbindingin, hún er yfirfarin nam 1500 eða tæpum 1600 milljónum í árslok 2017. Tekjuskatturinn sem ég nefndi er tilkominn vegna hitaveitu Mosfellsbæjar. Veitan er að ganga á fyrningarstofna sína þannig að það er farið að verða nokkur greiðslu áhrif af tekjuskatti. 14 milljónir eru skattar til greiðslu á árinu 2000 vegna ársins 2017 og svo fjárhæð mun koma til með að hækka
tekjuskattshlutfall nú 36% en að hækka núna í 37,6% á árunum 2008. Þannig að þetta eina skattskylda eign sveitarfélagsins, eða skattskylda stofnun sveitarfélagsins. Stöldum aðeins skammtímaskuldir, kannski bara það að þetta eru 1386 milljónir og hækka nokkuð milli ára úr ríflega milljarði og það skýrist af því að gjaldfærslan vegna brúar uppgjörsins upp á 212 milljónir færð til skulda sem skammtímaskuld. Skuldbindingar utan efnahags eru greindar í ársreikningi og listaður upp í skýringu 18, vekjum athygli ykkur á því. Vekjum líka athygli ykkar á ábyrgðarskuldbindingum og yfirliti sem bæjarstjórn ber að afgreiða samhliða afgreiðslu ársreiknings og það bara með sambærilegum hætti og í fyrra var sett fram hér til áminningar. Og svo hér önnur áhersluatriði sem lúta af tekju og þessum rekstrarliðum, skatttekjum, öðrum tekjum, launum og rekstrarkostnaði, fjöllum aðeins það hvernig sú nálgun með að launa, þá gerð grein fyrir þarna áföllnu orlofi og svo þessari brúarfærslu. Framsetningin staðfest hér á blaðsíðu 20. Okkur ber að staðfesta að stjórnendur beiti viðurkenndu reikningsskilaaðferðum við framsetningu reikningsins og það er gert. Og svo hér í framhaldinu eru svona ýmsar talnaupplýsingar sem ég ætlum kannski að fara svona ítarlega yfir, en við byrjum á því að taka niðurstöðu ársreikningsins 2017 og bera hana saman við áætlun með viðaukum og svo upphaflega fjárhagsáætlun. Fyrst fyrir A-hluta og svo hér fyrir A- og B-hluta. Og ef við horfum á A- og B-hluta saman tekinu bara síðan 22, þá sjáum við hér að, eins og áður sagði, eru 560 milljónir í jákvæða niðurstöðu á árinu 2017. Fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 158, en upphaflega áætlun gerði ráð fyrir 200 milljónir ríflega. Og þið sjáum svo hvernig einstakir liðir greinast í þessu og þetta sem kannski veikir athygli eru fjármagnsliðirnir hafa þarna talsverð áhrif og svo eru tekjur að aukast víst 5% frá því sem upphaflega var gert ráð fyrir, sem hefur veruleg áhrif. Þetta er sama er gert varðandi fjárfestingaráætlunina, hún er greind með sambærilegum hætti, en raunfjárfestingar eru hér listaður upp, samtals upp á 839 milljónir. Upphafleg fjárfestingaráætlun gerði ráð fyrir 605 og fjárfestingaráætlun með viðaukum upp á 643 í A-hluta og þegar B-hluta bætt við þá eru þetta 957 milljónir í raunfjárfestingu. Upphaflega áætlun gerði ráð fyrir 746 og áætlun með viðaukum fyrir tæpum 790 milljónir. Þetta er eins og þetta kemur fyrir í samþykktum áætlunum. Hér er svo rekstrarreikningurinn tekinn og við erum að fara yfir hann hér í ársreikningsyfirferðinni. Þetta eru svona til hliðar settar fram upplýsingar aðeins og svona nánari greiningar til að skýra mismuni. Þetta er hér á blaðsíðu 24. Nefnum hérna brúaruppgjöri sem hefur áhrif á laun og tengd gjöld. Nefnum hérna 2 þætti sem lúta af vöxtum eða fjármagnsliðum sem hafa áhrif á vaxta eða fjármagnsliði ársins, annars vegar vaxtauppgjör vegna framhaldsskóla Mosfellsbæjar sem kemur inn á árið 2017 til lækkunar og svo höfuðstólslækkun vegna gengistryggðra lána sem líka færist inn á árið 2017. Svo almennt eru þá verðlagsáhrif og svona vaxtaumhverfi hagfellt sem að þýðir að vextir eru lægri. Og svona förum við yfir rekstrarreikninginn, efnahagsreikninginn og sjóðstreymið og ég ætla sem ekki að eyða hér tíma í það. Þetta er upplýsingar sem ég fór yfir áðan. Þið fáið svo þarna blaðsíðu 28 draugum við fram rekstrarniðurstöðu einstakra stofnana, fyrst í A-hluta og svo í A- og B-hluta og þið hafið þær upplýsingar þarna, rekstrarniðurstöðu aðalsjóðs, eignarsjóðs og þjónustumiðstöðvar og Lækjarhlíðar sem mynda A-hlutan. Kannski vekja athygli ykkur á því að við höldum, eða Lækjarhlíðar hér haldið inni þó að rekstur sé enginn árinu 2017
en það er efnahagur raunverulega í félaginu. Félagið raunverulega er hér skuldar aðalsjóði, viðskiptastæði við aðalsjóð og sem á eftir að ganga frá og það gert ráð fyrir að það verði gert á væntanlega árinu 2018. Og svona aðeins umfjöllun svona stöðu félagsins. Eins og þið munið þá seldi félagið eign sína til Eignasjóðs árinu 2016 segi ég og gerðu upp virðisaukaskattskvöð sína og raunverulega starfsemi félagsins í raun loki. Þannig svona aðeins til þess að skýra það hverju félagið ennþá hluti af samstæðuuppgjörinu. Svo komu hér B-hlutastofnanirnar, það að segja hitaveita, vatnsveita, fráveita, félagslegar íbúðir og hjúkrunarheimili, gert ráð fyrir svona niðurstöðum þeirra. Þetta hafið þið svo líka í þessu samstæðuyfirliti sem ég let ykkur hafa hér í upphafið, sem heft í horn. Þar getið þið séð svona hvernig afkoma einstakra sjóða og stofnana en við gerum grein fyrir þessu líka hér í skýrslunni. Svo hér, svona síðasti kaflinn í þessu svo þess að við fjöllum aðeins lykiltölur og fjárhagsáætlanir og okkur berum þetta í okkar vinnu að svona horfa til rekstrarhæfis sveitarfélaga og hversu vel í stakk búin þau eru til þess að takast á við sínar auðvitað lögbundnu skyldur og þau verkefni sem þeim ber og svo hvernig áætlanir eru lagðar niður til næstu ára, bæði hvað varðar rekstur og fjárfestingar. Við höfum dregið það hér saman á blaðsíðu 33 í yfirlit sem okkur þykir ágætt að fara yfir og til að glögga okkur á þessu. Þannig erum við með ásetningar rauntölu 2016 og 17 og svo áætlanirnar eins og þær liggja fyrir samþykktar af bæjarstjórn. Það er að segja ásetningu 2017 þarna afkomin upp á 560 milljónir, veltufjár og rekstri upp á 1235, afborganir upp á 773 og þá greiðslu afgangur upp á 465. Og kannski útgangspunkturinn það sá að við erum að setja veltuféð eða fjármunamyndunum sem verður út úr starfsemi sveitarfélagsins í samhengi við þá greiðslubyrði sem af þeim skuldbindingu sem sveitarfélagið tekið á sig og sé þá hvort að það er fjárþörfi eða eitthvað svigrúm til framkvæmda. Og eins og þetta liggur þá er uppsafnaður greiðsluafgangur af rekstri Mosfellsbæjar fram til ársins 2021 upp á 663 milljónir. Fjárfestingaráætlunin gerir ráð fyrir því að það verði uppsöfnun fjárfestingar að samtals upp á ríflega 4 milljarða, þannig að það er þá fjárþörf upp á 2,4 milljarða sem þá verið að gera ráð fyrir því að sveitarfélagið mæti með lántöku og raunverulega ekkert óeðlilegt við það að svona stórum fjárfestingum sé þá velt út á lengri tíma. Sveitarfélagið þetta ágætlega í stakk búið til þess að takast á við slíkar skuldbindingar, en svona það er auðvitað ljóst að það eru mikil umsvifa ár framundan allavega eins og áætlanirnar liggja. En svona þannig að við getið sett þetta aðeins í samhengi við veltufjármyndun og annað þá setjum við þetta fram hér á blaðsíðu 33. Þar á eftir erum við svo með svona yfirlitsmyndir hefðbundnar. Við skoðum rekstrarjöfnuð á hverju 3 ára tímabili sem er ein af fjárhagsreglum sveitarstjórnarlaganna og er jafnframt hluti af lánaskilmálum sveitarfélagsins. Sveitarfélagið stendur þá mjög ríflega hér á árinu 2017 áætlunin gerir auðvitað ráð fyrir því að það svo verði áfram. Skoðum hér framlegðar hlutfall sem er hér á bilinu fyrir A og B-hlutann á bilinu 12-13% og áætlunin gerir ráð fyrir það verði svona á bilinu 11-12%. Það er svona mikilvægt að okkar mati að menn setji þetta í samhengi við svona skuldastöðu. Það er að segja að það er ekkert markmið í sjálfu sér hjá sveitarfélögum að hafa háa framlegð eða mikla rekstrarafkomu. Það verður að setja það í samhengi við skuldastöðu annars vegar og þá fjárfestinga þörf og áætlaða fjárfestingar hins vegar. Og það er svona við vekjum athygli í bæjarstjórnar manna á því. Skuldir og skuldbindingar, hvernig þær þróast yfir þetta tímabil og við erum þá að horfa alltaf til áætlunartímabils sem er búið að samþykkja. Skuldahlutfallið sem eru heildarskuldir deilt með heildartekjum. Svona þetta einfalda hlutfall er hér í árslok 2017 117% og 118 fyrir A-hlutann. Skuldaviðmiðið hins vegar það sem er verið að horfa kannski meira á þegar búið að leiðrétta fyrir þessum liðum sem heimilt er.
langtíma hluta lífeyrisskuldbindingarinnar, því sem snýr að skuldbindingu vegna hjúkrunarheimilis og svo framvegis, þá skuldaviðmið sveitarfélagsins upp á 104% tæplega í árslok 2017. Og gert ráð fyrir það hækki eilítið með áætlanir eðlilega þar sem verið að gera ráð fyrir skuldsetningu, en strax á árinu 2021 þá verið að gera ráð fyrir að það verið komið niður undir 95%. Eiginfjárhlutfall, gert ráð fyrir að það styrkist áfram, eru 32%, verður komið í 37% í árinu 2021. Svo erum við hér með á blaðsíðu 40 upplýsingar sem okkur skylt að veita sveitarstjórn eða bæjarstjórn. Við tökum það saman hér á eina blaðsíðu fyrir bæjarfulltrúa, þar að segja að staðfestingarbréf stjórnenda verður áritað og það hefðbundið áritað við síðarumræðu samhliða því sem bæjarstjórn skrifar eða samþykkir reikninginn. Tengdir aðilar, okkur ber samkvæmt sveitarstjórnarlögum að skoða sérstaklega viðskipti við tengda aðila og hvernig þau eru meðhöndluð. Það er engin atriði komið upp varðandi það. Veikleikar og innra eftirliti, við höfum gert stjórnendur grein fyrir þeim eins og áður segir. Áritun og ásetningin, hún verður fyrirvaralaus nema eitthvað komið upp sem að ég á nú ekki von á. Sviksemi eða grunur sviksemi eða lögum sé ekki og reglum sé ekki fylgt eða uppkomist ólöglegt athæfi. Ekkert slíkt hefur komið upp við okkar skoðun. Það staðfest hér. Óhæði félagsins, endurskoðunarfélagsins og endurskoðenda staðfest og að viðeigandi reikningsskilaðaferlum hafi verið fylgt. Það hér samantekið á blaðsíðu 40. Við erum svo hér með, teljum rétt að fjalla aðeins óhæðismál. Setjum það hér á eina blaðsíðu, það auðvitað verður sífellt hér. Tekur meira pláss í umræðinni hvað varðar persónuverndarmál og fleira, og við til að bregðast við því þá eru endurskoðendur að taka til sín mikið af gögnum, hafa aðgang að mikið af upplýsingum, og það er auðvitað eðlilegt að menn velti fyrir sig hvernig þau eru meðhöndluð, geymd og svo framvegis. Og við vísað svolítið á heimasíðu félagsins þar sem að gagnsæi skýrsla okkar birt og gerð grein fyrir verklagsreglum sem að því lúta. Drögum það saman hér, og svo erum við hér með tvær glærur, hvað var það þessi persónuverndarlöggjöf. Þetta er auðvitað eitthvað sem sveitarfélögin eru með í farvegi og er að vinna eða eru búin að koma í ákveðin farveg. Við látum hér fylgja tvær glærur því til umfjöllunar. Erum svo hér með í lokin hefðbundna fyrirvara umfjöllun, það er að segja, það er bara með sambærilegum hætt og fyrra ári. Bara hnykkjum á því að þessari skýrslu henni beint til bæjarstjórnar, hún er okkar vettvangur til að gera grein fyrir okkar niðurstöðum hvað bæjarstjórn varðar og hefur raunverulega engan annan tilgang. Hvernig svo sem að bæjarfulltrúar eða menn ákveða svo að fara með hana, birta hana eða nýta hana með öðrum hætti, við gerum engar athugasemdir við það, en takmörkum ábyrgð okkar á henni gagnvart bæjarstjórn. Bara viljum hnykkja því að það hefur aðeins komið upp víðar umræða hvernig er eðlilegt að fara með skýrsluna. Sum sveitarfélög birta hana bara á heimasíðu sinni, önnur ekki, og það er bara allt svo sem opið í því, en bara þannig það sé sagt, og það fjallar raunverulega þessi fyrirvari. Að öðru leyti þá liggur þetta bara hér frammi til umræðu. Þið auðvitað hafið tíma á milli umræðna til þess að glöggva ykkur betur á þessu, og ef er eitthvað sérstakt sem að þið viljið koma á framfæri við endurskoðanda, þá auðvitað getum við bara haft beint samband við hann eða þá í gegnum bæjarstjóra eða fjármálastjóra. En öðru leyti þá þakka ég bara fyrir mig. Það var fyrir tími. Já, við þakkum Magnúsi endurskoðanda bæjarins fyrir þessa yfirferð. Þá er rétt að gefa orðið laust ársreikninginn, þeir sem vilja ræða hann á einhvern hátt hérna úr ræðustólnum.
einhver sem vil gera það? Bryndís Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla kannski ekki að lengja þessa umræðu betur, maður kannski tekur sér tíma núna á milli funda og til að kynna sér reikningi betur því að ég nú einn af þeim sem að sjá hann í fyrsta skipti hérna núna. En mér langar bara að nota tækifæri og þakka endurskoðandanum okkar og starfsmönnum sem hafa komið þessu og bæjarstjórnum fyrir þennan ársreikning. Það gott að sjá hvað reksturinn virðist vera góður hjá okkur. Ég veit ekki hvort að ég hrósa okkur sérstaklega fyrir að vera utan áætlunar. Það almennt ekki talið gott, en það allavega mjög gott þegar það þá í þessa átt en ekki hinn áttina. Þannig að það sannarlega verið góða og ég bara þakka fyrir þessa kynningu og góðar skýringar. Og síðan hér við eins og við vissum svo sem fyrir með öflugt sveitarfélag. Þá vorum við bara að passa okkur í kjölfarið á freistnivandanum og fólk fari nú ekki hér að eyða nótt og mikið. Það nú miklar fjárfestingar framundan hjá okkur. Og nauðsynlegt að halda vel utan öll þau spil. Já, Sigrún Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Það árar greinilega bara vel í Mosfellsbæ og það náttúrulega ekki hægt að vera annað en sáttur við það. Mér langar að taka undir það sem bæjarstjóri sagði áðan að þakka starfsmönnum sveitarfélagsins sérstaklega fyrir sinn hlut í þessu máli og náttúrulega endurskoðandanum sem eins og venjulega að koma hér með mjög vel unnin gögn og sem verður gaman síðan að glugga betur í af því að við vorum náttúrulega að sjá þennan ársreikning í fyrsta sinn. Ég að gleyma einhverjum? Allavega sem sagt vil ég þakka ykkur fyrir ykkar vinnu og fjármáladeildinni náttúrulega sérstaklega fyrir hennar störf í þessu. En eins og Bryndís sagði þá náttúrulega aldrei gott þegar að sveitarstjórnir standa ekki við sína fjárhagsáætlanir og en samt sem áður þá það bara mjög gott að sú handvömm okkar sé svona jákvæð. Það sem að skipti máli í sveitarstjórn og þegar maður útdeilir peningum á hin ýmsu verkefni að efla þjónustu við bæjarbúa. Tilgangurinn náttúrulega ekki sá að sveitarfélög skili afgangi. Þau eiga að nota sitt fé til þess að þjónusta íbúa og bæta þjónustu við þá. Nú við gerð síðustu fjárhagsáætlunar sem var fyrir náttúrulega árið 2018 þá bar íbúahreyfingin upp nokkra tillögur sem að mig langar í rauninni bara að endurvekja nú fyrst að staðan svona góð. Við lögðum til að Mosfellsbær myndi auka fjárframlög varðandi hækka fjárhagsaðstoð við íbúa. Fjárhagsaðstoðin hækkaði lítillega núna síðast en hún samt sem áður það lítil að hún rétt skríður yfir það að vera svona helmingur af lágmarkslaunum í landinu og það bara eitthvað sem að mér finnst að við þurfum að bæta. Við höfum ekki verið dugleg við að byggja hér eða leigja félagslegt húsnæði og það svona mál sem er mjög mikilvægt að bæta úr, auka framboð á félagslegu húsnæði og líka bara auka framboð á
ekki bara þeim sem njóta fjárhagsaðstoðar, heldur líka bara efnaminni íbúum og ungu fólki. Eitt af því sem að við brennum líka mjög fyrir, það að bæta aðstöðu tónlistarskólans. Og við bárum upp þá tillögu síðast að setja upp við Varmárskóla, því að nú er hugmyndin að færa tónlistarkennslu meira inn í skólana, að setja þá færanlegar kennslustofur við Varmárskóla til að gera þessa auknu tónlistarkennslu mögulega. En ég ætla ekkert að fara meira ofan í saumana þessu. Það liggur ljóst fyrir að við erum fjárhagslega mikið betur stödd heldur við vorum, og þá finnst mér eðlilegt að við förum alla vega í að bæta að við förum alla vega í það að efla innviðina og þessi lögbundnu verkefni eins og fjárhagsaðstoð og félagslegt húsnæði og svo framvegis að við hugum aðeins að því. Svo var ég að heyra áðan að grunnskólakennarar þeir náttúrulega felldu kjarasamninginn, og það á kannski eftir að koma. Það á kannski eftir að hafa líka áhrif á það hvernig fjármálin spilast á þessu ári. Allavega vænti ég þess að nýjar kjaraviðræður þær allavega þeim ljúki á þessu ári, þó svo að það geti svo sem dregist líka. En allavega, ég bara óska Mosfellingum til hamingju með þennan fína ársreikning og læt þetta nægja í bili. Haraldur, gjör svo vel. Já, forseti, aðeins út af þessu innleggi bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar. Ég er ekki viss að allir við þetta borð, miskusti get ég ekki gert það, skrifa það sem handvömm, að verðbólga bæjarstjórnar, að verðbólga hafa orðið minni í landinu heldur en varð, eða það hafi verið handvömm bæjarstjórnar og íbúum bæjarstjórnar hafi fjölgað, bæjarins hafi fjölgað meira heldur en áætlanir gerði ráð fyrir. Ég tek það miskusti ekki til mín sem handvömm, veit ég hvort einhver aðrir gerir það, en kannski aðeins út af þessu, þetta var svona ágætis framhald af því sem að bæjarfulltrúi Bryndís sagði. Hún varaði einmitt við því að við féllum nú ekki þá gryfju, þá pólitísku gryfju að fara hér við þetta borða leið að eyða einhverjum reiknuðum stærðum sem að koma hérna fram eins og í minni verðbótum eða slíku, sem að bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar var hér að leggja til eða minnast á. En ég vildi þessu sambandi segja, og ég sagði það nú reyndar ekki þegar ég kynnti hérna ársreikninginn, bara það var meðvitað að segja það ekki, þarf að segja það núna, að þessi niðurstaða bæjarins, af rekstri bæjarins, er því meira ánægilegri, sérstaklega vegna þess að það var stórfelld þjónustubæting í fjárhagsáætluninni og rekstri bæjarins á árinu 2017. Það var verið að bæta í á nánast öllum sviðum. Öllum þessum atriðum sem að til að mynda öllum þessum atriðum sem að bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar nefndi var bætt í stórlega, þó að það ekki verið nákvæmlega það sem bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar eða íbúðarhreyfingin vildi við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Það var samt að bæta stórlega í öll þessi atriði og miklu fleiri, og þess vegna er þeimur meira ánægilegt að okkur hafi þá orðið þá innan þeirra gæsalappa svo handvömm að reksturinn sé betri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Því að við bæjarstjórnin var einmitt að skila bættum aðstæðum þessa sveitarfélags til bæjarbúa með stór aukinni þjónustu.
og það er enn verið að bæta í árunum 2018 og haldið áfram á þeirri braut. Þannig að ég vildi nú bara vekja athygli á þessu að það maður hefði kannski skammað sín eða geta skammað sín fyrir niðurstöðu sem þessa ef við hefðum bara verið að halda áfram óbreyttri starfsemi og ekki að skila bættum hag sveitarfélagsins til íbúanna sem við svo sannarlega erum að gera. Já, næst á mælendaskrá er Anna Sigríður Gunnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, já, við erum að fá fyrst yfir ársreikninginn og ég ætla bara að bætast í hópinn og þakka vel unnin verk allir þeim sem að því komu. Það er náttúrulega framöndan núna og nú fyrir að bæjarfélagar að kafa ofan í þennan reikning og kynna sér og það ætlum við svo sannarlega að gera og notar okkur það að geta leita til endurskoðandans og fjármálastjórans skýringar og þeim þáttum sem að við þurfum að fá nánari skýringar á ef þeir verða einhverjir. Ég ætla ekki að tjá mig þá efnislega þennan reikning núna nema það er náttúrulega ljóst að ytri aðstæður eru góðar og það eru góðar í Mosfellsbæ og það eru góðar annar staðar þannig að það er bara gott. En eina sem ég langar til að fara fram á núna það er held ég það sem ég farið fram á í hvers skipti sem ársreikningur hefur verið lagður fram og það er að ég man ekki alveg hvað þetta er kallað, þetta er kallað bara bréf til bæjarstjóra. Það er sem sé þessar óverulegu athugasemdir sem að teknur og samar og sendar í bréfi til bæjarstjóra að þær verði kynntar í bæjarráði. Sigrún, Borsóttir, þú ert næst. Gjörðu svo vel. Ég er bara ekki búinn að sjá það bréfið. Þú fær það. Það er eitthvað búið að senda mér það, það var sendt á hann, ég ekki bátt um póstum. Já, forseti, mér langar bara aðeins að leiðrétta sjálfa mig. Ég biðst afsökunar á því að þú hafði tekið þetta til þín, Haraldur. Þetta við með handvefina, þetta átti nú bara við okkur öll og það þykir bara ekki góð latína að standast ekki fjárhagsáætlanir alveg sama hvort að það er til í hvora áttina það er. Þannig að sko, mér finnst svona heldur vel í lagt hjá bæjarstjóra í þessari, í túlkun hans á mínum orðum. En síðan hvað þessa innviði varðaði, þá langaði bara að upplýsa það að félagslegum íbúðum var samkvæmt síðustu fjárhagsáætlun fjölgað eina í Mosfellsbæ. Það er fjárhagsaðstoðin, hún hækkaði 12.000 krónur og varðandi tónlistarskólan þá var fjölgað 1,5 stöðugildi. En vandamálið er að sko, tónlistarskólinn hefur ekki almennilegt húsnæði til afnota í Varmárskóla. Skólinn er yfir fullur eins og allir vita og á 900 nemendur í Varmárskóla og úr því þyrfti þá að bæta til þess að stytta biðlista og svo framins. En bara, mér ekki leitt Haraldur að þú hafi tekið þetta til þín, þetta átti náttúrulega bara við okkur öll. Vegna þess að við hljótum að vera öll partur af þessu sem hér sitjum við þetta borð. Já, það er íbúðin Morið, það er Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég vil einnig taka til máls undir þessum lið ársreikninginn. Ég ætla að byrja því að segja það að við sem höfum verið hér síðastliðin ár, síðastliðin kjörtímabil, þá erum við náttúrulega sérstaklega glöð að sjá hver niðurstaðan er núna. Ég vil líka taka það fram að ég er afskaplega þakklát þessu góða starfsfólki sem starfar hér í bæinn og heldur hér utan málin dagstaglega með mikilli prýði. Það sem ég langar líka að nefna er fræðslumálin. Ég sem formaður fræðslunefndar, ég sé það á þessum öllum okkar pappírum að það er
þetta okkar svona stærsti málaflokkur og hann á að vera það og ég vil að hann verði það áfram. Það talandi nú æsast leikar og fólk fer kannski að koma hér upp og tala hvað við ætlum að gera en það er ekki síður vandasamt að fara í gegnum næstu ár ef þau ætla að vera svona góð eins og þetta ár að sýna okkur. Við viljum halda vel hér utan öll mál og ég nefndi semst fræðslumálin, þetta stóri málaflokkurinn okkar. Ég get líka sett fram óskalista það hvernig ég vil sjá þau mál þróast og við munum örugglega gera það og eins og bæjarstjóri var að ítreka hér áðan. Það talaði góðar ytri aðstæður. Ég held að það sé líka mjög mikilvægt að hér séu góðar innri aðstæður og við höldum vel utan málin og það sé góð stjórnun og nú þarf að vanda sig, ekki síður en þegar við fórum í gegnum erfið árin. Að þá þetta líka ákveðin áskorun að vanda okkur í rekstri bæjarins og ég tek undir orð og brýningu bæjarfulltrúa Bryndísar Haraldsdóttur það að við þurfum að vanda okkur þó að vel ári eins og núna. Þannig að þetta stóru málaflokkurnar okkar, það fræðslumálin, það velferðarmálin, við erum að veita þjónustu, við viljum þjónustu Mosfellinga eins vel og mögulegt það viljum við öll gera, sama hverju flokki við stöndum, það veit ég. En við erum líka ábyrgir rekstraraðilar, við erum ábyrgð á fjármálum bæjarins og þó að ég geti sett fram með óskalista þá veit ég það að við þurfum öll að stíga varlega til jarðar. En annars bara vil ég þakka fyrir mig, forseti. Já, nú fleiri ekki hvað til hljóðs þetta mál og samkvæmt allri hefð og reglum þá verður okkur að vísa þessa ársreikningnum til seinni umræðum sem verður á næsta bæjarstjórnarfundi 4. apríl, strax eftir páska. Þannig að ég tel það rétt að við verðum þau til atkvæða þeir sem samþykkja það að þetta verði gert með þessum hætti að vísa til seinni umræðu. 4. apríl beinir rétt upp hönd. Það samþykkt með öllum breytum atkvæðum. Nú hefði verið sagt í góðum skóla að það ekki að koma frímínútur. Ég held að við tökum allavega lítið fundarhlé núna. Höldum svo áfram með dagskrána. Já, við höldum þá áfram með bæjarstjórnarfundinn og það komið að fundargerðum frá bæjarráði Mosfellsbæjar. Það eru 2 að venju. Fyrst ræðum við fundargerð bæjarráðs sem var haldinn 8. mars. Síðastliðinn fundurinn var haldinn þá og þetta var fundur nr. 1345. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Hvað í þenni? Það voru 6 mál á dagskrá þar. Nú, 6 mál á dagskrá. engin Ég sé þetta ekki. 6 mál á dagskrá en engin kveður sér hljóðs þar og þá umræða lokið og þeir sem staðfesta þessa fundargerð eins og einstak mál bera með sér bænir rétt við hönd, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var fundargerð bæjarráðsins síðari. Þarf ekki athygli á að mál nr. 1 það var frestað og verður nú á dagskrá í bæjarráði í fyrramáli en að sjálfsögðu fólki heimilt að ræða það núna eða vill en það verður semst dagskrá í fyrramáli og það er náttúrulega lokið þar. Hvað mál er það? Þegar ég var að vísa í fyrsta mál en það er sem sagt fundargerð bæjarráðs frá 15. mars, nr. 1346. Sigurður Pálsdóttir, þú beðum orðið, gjör svo vel. Forseti, það var einu máli vísað til bæjarstjórnar til sérstaklega afgreiðslu. Það var máli vísað til bæjarstjórnar til sérstaklega afgreiðslu. Forseti, ég kem hér fram undir máli nr. 7. Það heitir Tillaga íbúahreyfingarinnar fjölgun bæjarfulltrúa. Og
Það er þannig mál með verki að íbúðarhreyfingin hefur lagt til að fjölga, að Mosfellsbær fjölgi bæjarfulltrúum í 11. Og mér langar aðeins að fara yfir þetta. Í 11. grein sveitarstjórnarlaga er kveðið á fjölda fulltrúa í sveitarstjórnum. Í sveitarfélögum með yfir 10.000 íbúa eiga þeir að vera 10 til 15. Sveitarstjórnir geta þó fresta því að fjölga fulltrúum 4 ár eftir að fjöldi íbúa nær tölunni 10.000. Og sem sagt fjöldi íbúa í Mosfellsbæ náði ekki tölunni 10.000 fyrir á síðasta ári. Þannig að þannig lagað væri hægt að fresta þessu. Og líka sem sagt, það var náttúrulega mistað þá á síðasta fundi bæjarráðs að hún var nokkuð seint fram komin þessi tillaga. En ég held í ljósi þess að sveitarstjórnarráðuneytið getur afgreitt svona mál með miklum hraða, eða sem sagt á innan við viku, þá sé í rauninni bara það sem þarf, sé viljinn til að breyta þessu. Nú er það þannig að eina framboði sem búið að tilkynna sem lista, það er Samfylkingin og 2 sjálfstæðismenn líka. Var ekki bara niðurstöðu prófkjörs sem voru kynntar? Nú, ok, ég hef ekki séð það. Nei, það eru 2 framboð allavega búin þá að tilkynna framboð sín. En ég held að það geti varla verið að það sé svo mikil fyrirstaða. Það eru mjög margir á báðum þessum listum. Þannig að í rauninni ætti það ekki að vera mikil fyrirstaða. En mér langar allavega að lesa tillöguna og hún hljóðar svo og örlítið breytt vegna þess að ég tala fyrir hönd bæjarstjórnar í henni. Bæjarstjórn leggur til að bæjarfulltrúum verði fjölgað í 11 frá og með sveitarstjórnarkosningum 2018. Heimild í lögum fjölgun sveitarstjórnarfulltrúa hefur ekki verið nýtt til fulls en samkvæmt 11. grein sveitarstjórnarlaga er sveitarfélögum með 2 til 9.999 íbúa heimild að hafa alltaf 11 sveitarstjórnarfulltrúa. Sveitarfélögum með fleiri en 10.000 íbúa er heimilt að hafa 11 til 15 sveitarstjórnarfulltrúa. Tillaga íbúahreyfingarinnar er í samræmi við þá lýðræðislegu hugsun sem býr að baki sveitarstjórnarstiginu og reglum kosningar til sveitarstjórna að sveitarstjórnarfulltrúar séu fulltrúar íbúa sveitarfélagsins og geti þar með á virkan hátt endurspegla vilja íbúa. Og ég er hér að vitna í lögin með þessu, eða sem sagt greinargerð með lögunum. En þetta er sem sagt hugsað til þess að efla lýðræði. Ég hef líka lesið í skýrslum sem gerðar hafa verið á þessu, af því að þessi umræða, það hafa verið töluverð umræða fjölgun fulltrúa í sveitarstjórnum á undanförnum árum hérna á Íslandi. Og ein rökin fyrir því að fjölga þeim er að líka bara efla sveitarstjórnina og gera framboðunum sem að standa sveitarstjórnum líka betur mögulegt að skipa fólk í nefndir og hafa meiri fjölbreytni líka í nefndunum. Af því eftir því sem að náttúrulega eru fleiri bæjarfulltrúar þeim auðveldara verkefni verður þetta. Og þá líka í kjölfarið fjölgar náttúrulega fólki á listum. En allavega ber ég upp þessa tillögu hér og hvet félaga mína hér við borðið til að samþykkja hana.
Já, bara til að rifja málið upp, þessu var vísað án umræðu á bæjarfundinum til bæjarstjórnar, þannig að það er hér umfjöllunar og það var ennfremur beðið meiri upplýsingur málið, svona formlega stöðu og forstöðumaður þjónustu og samskiptadeildar sendi það í tölvupóst í dag. Ég vona að bæjarfulltrúar hafi séð það á svona upplýsingablað sem kom og hann nú reyndar að dreifa því núna hérna prentuðu formi. En það eru 3 á mælendaskrá núna og það Anna Sigríður sem næst. Gjörðu svo vel. Forseti, já, ég kem hérna upp undir sama máli, tillögu fjölgun fulltrúa í bæjarstjórn Mosfellsbæjar úr 9 í 11. Ég óskaði eftir á bæjarráðsfundinum þar sem þessi tillaga var lögð fram að henni yrði vísað beint hingað inn til umræðu og óskaði jafnframt eftir því að það yrði aflað nokkurra svona praktískra upplýsinga og það festar á blað og það sem ég var aðalega að tala þar að það var náttúrulega að fá það staðfest hvernig þessi breyting þyrfti að fara fram innan kerfisins hér, hvaða dagsetninga væri að tefla, hvaða fresti við þurftum að virða, til dæmis framboðsfrest og þess áttar og svo var nú aðalatriðið að það var það að fá að vita hvernig hvers konar afgreiðslu þetta fengi í ráðuneyti sveitarstjórnarmála, það er að segja hversu langan tíma ráðuneyti þyrfti til þess að afgreiða svona breytingu á bæjarmálasamþætti eins og þessi breyting myndi krefjast. Nú það komið í ljós í þessu plaggi sem forseti nefndi hér áðan að þegar það er að senda svona erindi til ráðuneytisins og óska eftir flýtimeðferð og þá tekur það innan við viku. Þannig að þá er sá þröskuldur úr vegi sem ég held að hafi verið stærsti þröskuldurinn í hvað varðar þessi praktísku mál. Bæjarfulltrúi íbúahreyfingar nefndi hér áðan að það eru tvö framboð búin að ganga frá sínum listum og ég skil þau sjónarmið að það geti komið sér illa, kannski sérstaklega að fólk heldur prófkjör upp á það hversu margir gefa kost á sér upp á það hvað eru í raun og veru mörg sæti í boði. Ég get alveg ímyndað mér að það geti haft áhrif á ákvörðun fólks að taka þátt. Hvað varðar minn flokk þá erum við búin að ganga frá okkar lista og þó ég hef svo ekkert það sagt þannig að þá held ég að við myndum fjölga þá 4 á listanum og við getum gengið frá því. En ástæðan fyrir því ég vildi fá að vita þessi praktísku atriði var svo að í grunninn þá snýst þessi tillaga eins og hér hefur komið fram, hún snýst náttúrulega að efla lýðræðislega umræðu. Með því að fara í 11 menn þá opnast tækifæri fyrir fleiri aðila að komast að í bæjarstjórninni. Það verður rými fyrir önnur sjónarmið og lýðræðisleg umræða hlýtur þá að verða betri í kjölfarið. Auðvitað er það þannig að það hefði verið ákjósanlegt að þessi tillaga hefði komið fram fyrr, þannig að það hefði til dæmis verið hægt að gera ráð fyrir kostnaði, vegna þess að þetta verður auka kostnaður, þetta verður 2 bæjarstjórnarmenn í viðbót, að gera ráð fyrir þeim kostnaði í fjárhagsáætlun og ég skil þau rök. En hvað okkur varðar sem fulltrúar Samfylkingarinnar hér við þetta borð, þá finnst okkur þau ekki, þá finnst að það er mjög mikill ófriður í salnum, forseti. Já, hljóð í salinn. Þá finnst okkur þau ekki, þá finnst okkur þau ekki vega upp þau rök að það sé til góða fyrir lýðræðislega umræðu í bæjarstjórn Mosfellsbæjar að fjölga fulltrúum til þess að gefa öðrum og fleiri framboðum kost á að reyna sig við að ná manni í bæjarstjórnina. En já, og það er sem búið að koma hérna fram þetta 10.000 manna mark
Og svo er það annað kannski að ef við frestum þessu 4 ár, þá erum við að frestu þessu alveg 4 ár. Og það er kannski óþægilega langur tími. Vegna þess að við erum orðin 10.000 og þess að við búum við það að það saman hvað gerist, þá bara kosið á 4 ára fresti í sveitarstjórnum. Þannig að þá væri það 4 ára frestum. En mér langar líka til þess að benda á það að það eru eflaust margir hlutir sem þarf að athuga, en ég held að það fyrir líka að hafa það í huga að þegar að bæjarfulltrúar verða orðnir 11, já við erum 9 núna, þá er mjög mikilvægt að í samhengi við það að þá verður huga mjög vel að fjölda fulltrúa í nefndum, vegna þess að ef nefndirnar halda áfram að vera 5 manna, 11 manna bæjarstjórn er komin til, þá getur við lent í því að einhver framboð sem ná mannin í bæjarstjórn fá enga menn í nefnd, nema að veri fjölga í nefndunum. Þannig að þetta er bara hluti sem að þarf svo að ræða í þá framhaldinu. En út frá stefnu okkar varðandi í lýðræðismálum, þá teljum við að þau rök sem eru skiljanleg og geta valdið vanda, að þau vegi ekki út lýðræðislegu rökin við það að fjölga úr 9 í 11. Já, Bryndís Haraldsdóttir, þú næst Björnsvöld. Virðulegi forseti, ég ræði hérna þessa sömu tillögu að fjölga bæjarfulltrúum í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Fyrir utan það sem fram hefur komið hérna áðan, sem svona kannski augljóslega annmarkar á tillögunni, að hún sé kannski full seint fram komin í ljósi þess að það styttist óðum í sveitarstjórnarkosningar, að þá verði ég bara að lýsa því yfir að ég þessari tillögu algjörlega ósammála og mun ekki greiða atkvæði. Ég fyrirgefðu bara kaupi ekki þau rök að það sé lýðræðislegra að hafa fleiri hér í bæjarstjórn, eða við munum einhverjum hætti verða betra stjórnmál við það að fjölga hérna 2 fulltrúa. Ég upplifði það hérna að okkur fjölgaði hér síðast, þannig að ég hef bæði setið í 7 og 9 manna bæjarstjórnin í Mosfellsbæ og ég get ekki séð það nú, þó ég held að við séum nú að gera alveg ágætisverk hérna, að við séum eitthvað betri með 2 einstaklingum í viðbóð, að hér verði umræðurnar eitthvað betri, lýðræðislegri eða gagnlegri fyrir íbúa. Það kostar íbúa aftur á móti meira. Laun bæjarfulltrúa eru töluverð. Þannig að ég var nú bara svona aðeins að reyna að skjóta á það sem að bæjarfulltrúi Anna Sigríður kom hérna inn og að þetta væri nú heil 4 ár þá í frestun, að það er kannski þá einhverjar 80 milljónir eða svo. Það er einhverjir peningar. Og ég var nú að vara við þessum freistni vanda hérna áðan þegar við vorum að ræða ágætis útkomu sveitarfélagsins samkvæmt ársreikningi. Og ef það á að fara að ræða einhverjar leiðir, hvort sem það er til þess að bæta lýðræði eða bæta stjórnsýsluna hérna eða bæta þjónustu við íbúa, þá verði ég að viðurkenna það að þessi tillaga hér kemur mjög neðarlega á lista mínum yfir það sem væri mikilvægt að gera. Umræðan þessi mál hefur verið mjög mikil í Reykjavíkurborg vegna þess að þeir þurfa núna í samræmi þessi lög að fjölga töluvert fulltrúa, fjölga fulltrúa hjá sér. Og þá er umræðan mikið snýst þetta varðandi fjármagnið og hvað þetta kostar og þau eru að færa rök fyrir því að þeir séu í rauninni með fleiri bæjarfulltrúa eða borgarfulltrúa að störfum inn í nefndum og annað. Ég velti þá líka fyrir mig hér því að sveitarstjórnir eru mjög lýðræðislegt, ég ætla að leyfa mér að nota orðið apparat, þetta er fjölskipavald og allt það, en vegna þess að það er ekki bara við hér sem sitjum við þetta borð, sem sannarlega berum ábyrgð á rekstri bæjarins, það er ekki bara við sem höfum áhrif á það sem gerist hér í þessu sveitarfélagi. Í ljósi þess að við erum hér með 7 fagnefndir, í hverri fagnefnd sitja 5 einstaklingar, nú plús í flestum tilfellum hjá okkur reyndar líka áheyrnarfulltrúi sem eru alveg umfram það sem að lögin kveða á þannig að við erum komið með 8 manns inn í hverju nefnd sem að hafa vægi í umræðinni, hafa rétt til að leggja fram tillögur og hafa áhrif á afgreiðslu þeirra. Nú að svo við bættu bæjarráði. Þannig að þetta hátt í 40 einstaklingar, 35 einstaklingar í þessum 7 nefndum þá og ef við bætum þá við áheyrnarfulltrúum.
þá þetta töluverður fjöldi af íbúum Mosfellsbæjar sem kemur hérna að þessari lýðræðislegri umræðu sem lýtur af því að reka sveitarfélagið Mosfellsbæ. Ein leið og rökin sem notuð hafa verið í Reykjavík það að það séu fleiri bæjarfulltrúar sem sitji þá inn í nefndum eða það þarf minna að sækja út fyrir hóp borgarfulltrúa inn í nefndirnar. Ég ekkert endilega viss að það sé betra. Ég veit að í tilfelli Reykjavíkurborgar þá sjá þau það þannig fyrir sér að það í rauninni kosti minna vegna þess að borgarfulltrúar fá ákveðin laun og ætlast til að borgarfulltrúar í Reykjavík sé í fullri vinnu við eingöngu það, að þá sitji þeir jafnframt líka í 2 talnefndum. Það einhver aðeins önnur útfærsla, það ráð og nefndir eða eitthvað svoleiðis sem þá inn í þeirra launum. En svo þegar kemur að vara borgarfulltrúum eða öðrum aðilum sem ekki eru kjörnir fulltrúar gegnum sveitarstjórnirnar, að þá þeim auðvitað greitt aukalega. Þannig ég bara verð að segja það, ég ekki hlynnt þessari tillögu. Það kann vel að vera að það verði full ástæða til þess að fjölga bæjarfulltrúum hér í Mosfellsbæ eftir 4 ár ef að löggjöfin breytist ekkert og þá þarf sveitarfélagið að gera það, bara lögum samkvæmt. Ég reyndar ekkert endilega sannfærð það að það eigi að vera lagaskylda á sveitarfélögum að fjölga fulltrúum, en það önnur saga, svoleiðis eru lögin eins og þau eru í dag. En lögin heimil okkur einmitt og gera enga kröfu það að við bregðumst við á þessum tímapunkti þó að íbúum okkar hafi fjölgað upp í 10.000, að það sé brugðist við núna, leyfum mér að segja kortir í kosningar og fjölga hér fulltrúum. Og aftur bara út frá þeim rökum, það kostar okkur meira. Ég persónulega og erfitt með að sjá það að það verði lýðræðislegri eða betri umræða hér í bæjarstjórn eða ákvarðanir sem að teknar á þessum vettvangi verði með einhverjum hætti betri. Þannig að ég mun ekki greiða þessari tillögu atkvæði mitt. Já, Haraldur, þú næstur, gjör svo. Forseti, ég ætla að byrja á því að segja það að það sama á bæjarfulltrúi Bryndís Haraldsdóttir sagði hér í lok ræðu sinnar, ég mun heldur ekki greiða þessari tillögu atkvæði mitt. Svo það sé ljóst. Ástæðurnar eru nú þó nokkrar. Og það eiginlega skiptast í tvennt, annars vegar praktísk atriði og svo kannski þessi atriði sem að Bryndís var að koma inn á bara tillöguna sem slíka. Ég ætla að byrja á praktísku atriðunum og byrja á því að nefna það að á síðasta kjörtímabili var samkomulag það að á þessu kjörtímabili yrði bæjarfulltrúum fjölgað úr 7 í 9. Og það var gert með þeim hætti að ef ég man rétt, ég sé alveg örugglega að muna þetta nokkurn veginn rétt, að það var gerð tillaga breytingum að samþykkt bæjarstjórnar sem að var lögð fram og hún samþykkt síðan tveimur umræðum. Og umræðan eins og ber að gera. Umræðan síðan var þetta í kjölfar þessari meðfram þessari formlegu breytingu, þá ræddu bæjarfulltrúar það að síðan þetta væri leið að þeirri vegferð samkvæmt lögum að bæjarfulltrúar yrðu 11. En á kjörtímabilinu síðan sem að hefjast sem hefst á júní 2018, að þá yrðu bæjarfulltrúarnir 9. Og þetta væri svona gert í þrepum og þetta væri eðlileg framvinda á fjölgun bæjarfulltrúa. Þetta var rætt hér óformlega, það var ekki sérstök samþykkt gerð þetta, en minn skilningur var algjörlega sá að þetta væri bæjarfulltrúar 37 sem að sátu þá í bæjarstjórn sammála að gera. Það að sjálfsögðu núna ný bæjarstjórn, að sjálfsögðu hægt að breyta þeirri ákvörðun, enda var hún svo sem aldrei gerð með neinum formlegum hætti. En þá hefði mér nú fundist að hægt að koma með þetta fyrr. Og ég tel það ekki mjög lýðræðislegt að fara á stað með svona breytingu í einhverju hendingskasti.
Það vill svo til að langstærsta stjórnmálaaflið, minnst eins og það hefur verið í síðustu kosningum hér undanfarið, sá flokkur sem ég er oddviti fyrir, hann stendur fyrir mjög lýðræðislegu vali á lista, það er að segja prófkjöri. Og það er tiltölulega nýafstaðið, þar kusu 700 íbúar Mosfellsbæjar, tóku þátt og völdu sér fólk á listan. Og það gerðu þeir með því, með það í huga að samþykktir Mosfellsbæjar eru það eins og það er í dag. Það er að segja að það eru hér 9 bæjarfulltrúar. Og það gáfu líka örugglega kost á sér þeir sem fóru í það prófkjör, með það í huga. Þannig að ég held að sko, við verðum að nálgast svona hluti með þeim hætti að þeir séu gerðir í tíma og að lýðræðið virki þá eins og það á að virka og viljum að það virki. Það er til dæmis ekkert í lýðræðisstefnu Mosfellsbæjar sem segir ekkert í henni sem að kveður á það eða neinn markmið það að fjölga bæjarfulltrúum í Mosfellsbæ. Þó að hún hafi verið endurskoðað á síðasta kjörtímabili, þessu kjörtímabili fyrirgefiði og sett svona sérstök markmið þar að lútandi aðgerðaráætlun þar með. Á það er ekki minnst í henni. Þannig að mér finnst að ef þessi bæjarstjórn hefði viljað fjölga bæjarfulltrúum og breyta þá þeirri umræðu sem var á síðasta kjörtímabili, þá er þetta komið fram miklu fyrr. Þess utan sem kostnaður er eitt sem við verðum líka að velta fyrir okkur og hann er töluverður við þá að fjölga og staðan á þessu í dag er þannig á höfuðborgarsvæðinu að í Mosfellsbæ hefur næst fæsta íbúa af sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu bak við hver bæjarfulltrúa. Það er sem sagt þar af leiðandi ef að það er skilgreiningur og lýðræði hversu margir íbúar eru á bak við hver bæjarfulltrúa og þá er það næst mest í Mosfellsbæ. Mest í Seltjarnarnesi, þar hefur reyndar íbúum ekki fjölgað eða fækkað reyndar á síðustu árum. Síðan Mosfellsbæ og það munar bara töluverð til þess að Reykjavík eru 5.500 íbúar á bak við hver borgarfulltrúa en í Mosfellsbæ eru 1173 og í Kópavogi 3271 og í Hafnarfirði 2677 og í Garðabæ 1427. Ef við fjölgum bæjarfulltrúum núna í 9-11 þá eru jafnmargir í Kópavogi sem er rúmlega 3 sinnum stærra sveitarfélag. Þannig að ég sé bara ekki rökin fyrir þessu. Það er svo mörg rök sem hníga því að þetta sé betra svona. Fyrir utan það, ef mér hefði síðan faglega vilja komast þeirri niðurstöðu að gera það, að þá hefði það átt að koma minnst hálfu ári fyrr. Svo til það. Og ég veit ekki af hverju þessi umræða kom akkurat núna, kannski vegna þess að fjölmiðill hafði samband við bæjarstjóra og spurði hvort það tilstaði að fjölga bæjarfulltrúum og bæjarstjóri svaraði því til að það teldi hann mjög ólíklegt vegna þess að það hefði verið það hægt að gera það með öðrum hætti. Kannski hefur það þá vakið einhverjar ástæður hjá einhverjum að fara þá að reyna að fá því breytt. Ég veit það ekki, maður bara svona velti því fyrir sér. Ólafur Ingi. Forseti. Þessi framkomna tillaga sem við erum ræðið hérna, hún snýr að því að fjölga bæjarfulltrúum úr 9-11 og hún er góðra gjalda verð, en það er hún alveg samkvæmt þeirri heimild sem er í sveitarstjórnarlögum. Mér fannst gæta hér misskilnings hjá bæjarfulltrúa Bryndísi áðan þegar hún var að reikna út kostnað og kom með kostnað upp á 80 milljónir við þessa fjölgun á 4 árum. Það stemmir allavega ekki við þau laun sem ég fæ greitt hér sem bæjarfulltrúi sko. Þess að tillagan hún lítur bara að fjölgum bæjarfulltrúa, ekki að fjölga í nefndum, það er bara annað mál. Það er bara ákvörðun sem við getum tekið síðar ef við viljum og umræða sem við getum tekið seinna. Varðandi samkomulag sem hér er vitnað í, sem að gert var á síðasta kjörtímabili, ég var nú ekki aðilar því samkomulagi, ég hef aldrei séð það
Það hefði kannski eitthvað svona heyrt það ámorgað að svona ætluðu menn að hafa þetta, en mér finnst alveg ófært að fyrirverandi bæjarstjórn bindi núverandi bæjarstjórn bara gjörsamlega niður. Það er ekki lýðræðislegt. Nú, ég hefði alveg talið það heppilega að þessi tillaga hefði komið fram fyrr. Það hefði viss, og ég er alveg sammála því sem hér er fram komið, að hana þarf að ræða vel. Við erum svo sem að því hér. Það hefði verið heppilega, hún hefði komið fram fyrr, þannig að við hefum getið rætt hana í bæði okkar hópi og hún hefði fengið umræðu í samfélaginu. Eins og ég nefndi hér áðan, þá held ég að hér sé stórlega ómetin kostnaður. Vissulega er einhver kostnaður og það er slæmt að þetta hefði ekki komið fram kannski á haustmánuðum í síðasta lagi til þess að geta tekið það inn í fjárhagsvöldum. En ég held nú svona miðað við svona frávik í rekstri bæjarins, þá er þetta afskaplega lítið. Og allavega innan þeirra skekkjumörka sem ég voru kynnt á það við gerð ársreikningsins. Nú, það er rétt að það eru 2 framboð sem ég hef heyrt sem eru búin að ganga frá framboðslistum. Og það er náttúrulega óheppilegt þegar þetta kemur eftir að slíkt er gert. En bæði þessi framboð hafa fullskipað og fullnýtt þann fulltrúafjölda sem er ætlast til að sé settur á lista. Ég ásvöld sem hefði svo mikið átt von á því að þó að þessi framboð hefði skipað fleiri fulltrúa á sína lista að það hefði breytt einhverju röðun allavega ekki meðal efstu manna. Þannig að ég fyrir hönd minnsflokk myndi alveg treysta mig til þess að ganga til kosninga þó við værum ekki, þó að vantaði 4 fulltrúa upp á fulla tölu. En það er svo sem ekki mikið brottfall á okkar listum. En af hverju ættum við að fjölga fulltrúum núna en ekki að bíða með það í 4 ár? Nú vissilega hefur íbúðum fjölgað umtalsvert undanfarið misseri og kannski eitthvað meira heldur en við gerum ráð fyrir, en ekki neitt miklu hraðar, þetta er kannski gert að ráð fyrir 2013 og 2014. En, ég þó ekki viss. Það er hins vegar staðreynd og ég held að það sé við öll sammála að aukinn fjöldi bæjarfulltrúa er líklegri til að endurspegla betur samfélag okkar hérna í Mosfellsbænum og líka mismunandi skoðanir. Ekki bara umræður, heldur líka skoðanir. Og það er lýðræðisaukandi. En þessi tillaga er sem sagt komið fram og því liggur fyrir okkur að skoða möguleika hennar. Eða ómöguleika. Og vissulega tími er knappur og við þurfum að horfa að fjölga það semst vissulega tími til umræðna knappur ef við þurfum bara raunverulega að horfa á það að fjölga bæjarfulltrúum með 2. Við þurfum kannski, við sleppum annar umræði sem við þurfum ekki að taka ákvörðun strax varðandi nefndir og annað slíkt. Og eins og ég tala þá er kostnaðaraukinn ekki verulegur og stóra spurningin núna er sem sagt sú hvort tíminn sé nægur fyrir okkur til þess að uppfylla þau lagalegu skilyrði sem að krefst þess að þetta megi verða. Það hefur komið fram hér og bæði minnisblaðið sem að dreift á það, að svo er og því er það mitt mat eftir lauslega athugun þetta sé mögulegt ef einbættu viljið fyrir hendi. Takk fyrir. Já, Sigurður, þú varst búin að byrja orðið. Gjörðu svo að Sigurður. Já, forseti. Það var ansi fróðlegt erindið sem hún flutti hérna, hún Bryndís Haraldsdóttir þingmaður lýðræðið og hvernig það væri best framkvæmt. Sko ef að launakostnaður væri mælikvarði á það hvort að við eflum lýðræði með því að fjölga fulltrúum, þá væri náttúrulega besti kosturinn að hafa bara einræðisherra við völd, vegna þess að það er ódýrast. Það er ódýrast að hafa einræðisherra við völd í Mosfellsbæ. Og það er náttúrulega líka, mér finnst það líka bagalegt af því að nú er hún orðin hluta löggjafavaldinu, þá finnst mér bagalegt að þegar að löggjafinn hefur þá skoðun
og líka með ágætis rökum færir rök fyrir henni að það efli lýðræði að fjölga bæjarfulltrúum. Þá náttúrulega skýtur það svolítið skakku við að hlusta á svona lagað úr munni þingmanns. Það nefnilega þannig að til dæmis í nágrannalöndunum okkar, þá eru miklu fleiri bæjarfulltrúar. Ég talaði við mann í morgun, hann bjó í 10.000 manna þorpi út í Noregi. Í þeim bæ eru 30 bæjarfulltrúar og 10.000 íbúar. Og tilgangurinn með því að gera þetta auðvitað sá að efla lýðræði og líka bara gera okkar störf einfaldari, það koma þá fleiri að málum og við fáum einmitt fjölbreyttari skoðanaflóru í gegnum þetta. En sko hvað umræðina þessi mál varðar, þá er þetta samþykkt og það þarf að taka hana 2 umræður. Þetta sem sagt fyrsta umræðan, svo þurfum við að taka aðra umræðu 5. apríl eða 4. apríl. Þannig að síðan þarf maður ekki að skila inn framboðslistum fyrir 5. maí. Þannig að þetta ekki tímaspursmál. Það ekki tímaspursmál að gera þetta svona. En á þar síðasta fundi bæjarráðs var til umsagnar ný kosningalöggjöf og það Sjálfstæðisflokkurinn sem stendur fyrir því. Og hann vill breyta sveitarstjórnarlögum á þann hátt að sveitarfélög bara geti ákveðið hvað eru margir bæjarfulltrúar. Og það er náttúrulega þekkt að Sjálfstæðisflokkurinn telur sig hafa hag af því að hafa ekki of marga bæjarfulltrúa. Þannig að við stöndum frammi fyrir miklum vanda ef að Sjálfstæðisflokkurinn á alltaf að fá að ráða því þegar hann kemst til valda í sveitarfélögum hvað eru margir bæjarfulltrúar. Sjálfstæðisflokkurinn búinn að vera það sem undanfarin 50 ár eða meira stærsti flokkur landsins og hann sér hag í því að hafa ekki of marga bæjarfulltrúar. Og það náttúrulega bara sorglegt til þess að vita að svo stigið hér í pontu þessi ágætu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og mæli gegn því að það felist í því efling lýðræðis að fjölga bæjarfulltrúum. Já, það eru 4 mælina ská og Haraldur Sverrisson, þú næstur, gjörðu svo vel. Já, forseti. Aðeins því það er meðlega að tala um kostnað. Tölurnar á eitthvað hlaupið til áðan launakostnað við einhverjum gjöldum við fjölgun 2 bæjarfulltrúa í 4 ár á einu kjörtímabili reiknast með til að séu 35 milljónir. Svo bætist einhver annar kostnaður, þá náttúrulega þarf að breyta húsnæði eða einhverjum aðstöðum, einhverju slíku, þannig að maður getur kannski ímyndað sér að þetta sé einhverja 40 milljónir, eitthvað svoleiðis. En það er kannski ekki aðalatriðið og mér fannst bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar fara að leggja bæjarfulltrúi Bryndísi Haraldsdóttur orð í munn að það væri ástæðan fyrir því að hún var á móti eða taldi sig ekki geta samþykkt þessa tillögu. Hún farið bara ágætist rök fyrir því að þetta væri hennar mati ekki mjög lýðræðisleg tillaga, það var ekki til þess að auka lýðræðið í bænum og það kemur Sjálfstæðisflokknum í sjálfu sér ekkert við. Þetta er ekki eitthvað málefni Sjálfstæðisflokksins að reyna að fækka bæjarfulltrúum að hafa það að fáa. Sjálfstæðisflokkurinn er langstærsta lýðræðishreyfing á landinu með 50.000 félagsmenn. Hann er nýbúinn að halda sinn landsfund með 1300 þátttakendur.
Það er engin fjöldahreyfing á landinu sem er með annan eins lýðræðis grundvöll á Sjálfstæðisflokkur. Enda og í Mosfellsbæ er það þannig að yfir 50% íbúa það sem hafa kosið þennan flokk. Undanfarin 4 eða 5 kjörtímabil. Þannig að ég er ekkert að tala um aðra flokka, dettur það ekki í hug, eða fara að segja að þessi er ólýðræðislegir, en mér finnst þetta nú frekar svona undir beltistað umræða að tala um Sjálfstæðisflokkin með þessum hætti og ekki makleg. Síðan held ég maður verði bara að átta sig á því líka að sko að það þýðir ekki að taka þessa umræðu að fjölga hér bæjarfulltrúum á þess að ræða hér nefndir og ráð. Það væri algjör skekkja í mínum huga að við tækjum hér og fjölguðum bæjarfulltrúum upp í 11 en höfum til dæmis 3 í bæjarráði sem tekur allar ákvarðanir svona frá degi til dags frá mánuði til mánaðar, frá bæjarstjórn staðfættir. Að svo lítil hlutfall bæjarfulltrúa verði þá í bæjarráði væri að mínum að þetta mjög ólýðræðislegt. Það ætti að minnstakosti að fjölga þeim upp í 5 þá, jafnvel 7. Og þá nástu all bæjarstjórnin orðið með áhaldaffulltrúa. Og það þyrfti líka að endurskipuleggja þá þær nefndir sem eru með stærstu málaflokkana, sem eru fjölskyldunefnd, fræðslunefnd og skipulagsnefnd og endurskoða fjölda þeirra í þessu sambandi. Þessu umræður öll eftir. Það er öll eftir að ræða þetta. Og þetta þarf að ræðast áður en að kosningum kemur. Það þarf að skipa í þessi ráð og maður þarf að vita að hverjum að ganga. Þannig að mér finnst þetta bara ekki þurfa að ræða þetta sé bara liggja á borðinu. Og sjálfsögðu var ég ekki að nefna það hér eins og Ólafur Ingi virtist í að hendur þessara bæjarstjórnar veru bundnar af einhverjum ákvörðunum annarra eða umræðum sem átt sér stað hjá bæjarstjórnar undan, að sjálfsögðu ekki. Það nefndi ég að þessi bæjarstjórn gæti að sjálfsögðu gert eitthvað annað, en það var þá gert í tíma. Og gert þá þannig að það var ráðrúm til þess að hugsa málið og gera þetta vel og vanda sig, sem ég finnst ekki verið að gera í þessi máli. Já, það eru ennþá aftur 4 á mælendaskrá. Theodór, þú næstur, gjör svo vel. Forseti, ég er að vísu á því að það er að fjölga bæjarfulltrúum og á grunni lýðræðis og því að þetta endurspegli sem réttast hlutfall og ég er ófeiminn við það að nefna það og ég tel jafnvel það myndi fjölga hér sjálfstæðismönnum sem getur verið bara reglulega gaman sko. Þannig ég er óhræddur við það. Hins vegar, ég mun ekki greiða sér til og atkvæða vegna þess eins og kom fram hérna, við þurfum auðvitað að undirbúa þetta betur. Þetta er á skammur fyrirvari, ég er búið að gera fullt af hlutum. Það er mér sem búið að vera hjá sjálfstæðismönnum prófkjör sem hefði geta, önnur samsetning, hver er búið þessi fram og hvað eina. Þannig ég held að, þú veist, ég er að vissu og hefur verið þessari skoðunar í smá tíma við eigum að fjölga þeim og það mun gerast að öllu óbreytt eftir 4 ár, þannig að og þá kannski nýtir næsta bæjarstjórn þann tíma þannig að mér finnst þessi tími allt og skammur eins og kannski bæjarstjórn kom inn að það þarf mörg að hyggja og í dag er þetta kannski ekki endilega kostnaðarauki ef það eru 5, ef við erum lánsum þar að segja það eru 5 í bæjaráði greiddir, þannig ef það vill þannig til að þá myndi það sleppa á 0 en breytir ekki því að ég held að já, ef við erum heppin og það verður engir áhörðin, þetta verður samsami fjöldi og allt saman, að þá ætti það að sleppa. En ég hins vegar teka fram, ég mun ekki greiða tillögunni atkvæði vegna þess að undirbúningur, umræða, samtal þetta, mér finnst hún bara ekki næg, mér finnst tíminn ekki nægur. Það er auðvitað að keyra þetta í gegn, það er alveg klárt, við getum alveg haldið hér fund bara að klára þetta fyrir helgi, sko, til að koma þetta í gegn. En ég held að væri verra að gera þetta á þessum skamma tíma, en ég er alveg, það verður gaman að sjá hér 7-8 sjálfstæðismenn það er stjórn, alveg óheim við það, hver veit nema maður komið bara aftur og segja takk fyrir mig. Já, Kolbrún, gjör svo vel. Já, forseti, langar til að ræða þetta mál líka. Það er margt sem að það er áhugavert að hlusta á þetta og þetta er, sko, ég myndi segja að það væri, fyrir marga hér við borðið, það væri mjög ánægilegt að ræða þetta tiltekna mál fjölgun bæjarfulltrúa
og ég verð vist bara að setja mig í flokk vondafólksins og segja nei, ég styð ekki þessa tillögu og láta berja á mér fyrir vikið. Það er vaninn, því að hérna, eins og kom hér fram áðan að sjálfstæðisflokkurinn og maður fari stand, ég ætla ekki að eyða löngum tíma í að standa hér uppi og verja hann, en það geta margir staðið hér uppi og tala lengi að og barið á honum, en hérna, það er bara áhuga mál sem bra. En ég ætla líka að nefna það að það þarf að vanda vel til verka og ég held að það sé einmitt styrkur þessara bæjarstjórnar að við stígum varlega öll skref sem við tökum og þessi undirbúningur, þetta krefst lengri tíma og betri undirbúnings. Ég ætla að leyfa mér að nota orð sem að ég sá sem var notað af mjög mætum manni í mjög virtum spjallþætti í sjónvarpinu, í ríkissjónvarpi allra landsmanna daginn og það kom upp í huga mér áðan. Ég veit að það mun falla í grýttan jarðveg en ég ætla bara að því að þetta orð situr svo einhvern veginn fast í hausnum á mér núna og það er orðið popúlismi. Þetta er akkúrat tíminn til að ræða þetta núna. Við neitum öll hér sjálfstæðismenn og Vinstri græn, við okkur hugnast ekki að fara í þessar breytingar núna, akkurat á þessum tímapunkti. Það eru margir búnir að velja, það eru 2 hópar búnir að velja á sinn lista. Og ég ætla að segja bara þetta orð, þetta hefur fallið í grýttan jarðveg hér, en þetta popúlismi eins og þessi maður útskýrir það fyrir landi og þjóð að þetta þykir nú ekkert endilega mjög slæmt orð, því að þetta er ákveðin leið til að koma ákveðnum málum í gegn. Og það var krafa hér úr bæjarráði að fara með þetta hingað til umræðu fyrir opnum tjöldum og ræða þetta þannig að allir geti heyrt og séð hver umræðan er. Ég vissi það líka að tónninn í mínu fólki væri sá að við myndum ekki fara í þetta núna og það var jafnvel vitað í fleiri hópum. Við þurfum undirbúta betur, við gerum það ekki ráð fyrir þessu til dæmis í okkar fjárhagsáætlun. Væri það ekki fyrsta skrefið fyrir okkur sem ábyrga bæjarstjórn að setja þetta inn í okkar fjárhagsáætlun að við ætlum að fjölga bæjarfulltrúum? Er það ekki ábyrg bæjarstjórn sem gerir það? Og allar það breytingar sem þarf að gera? Við erum bara ekki, því miður, bara ekki þannig bæjarstjórn að við stökkum í það. En auðvitað, og ég segi líka eins og bæjarfulltrúi Theodór, að auðvitað kemur að því að við fjölgum hér í bæjarstjórn. Sjálfsögðu. Það var talað um það að við hefðum hér ákveðin aðlögunartíma til þess. Þannig að já, við viljum öll auki lýðræði. Ég veit ekki hvort að þetta sé kannski akkurat leiðin til þess við að það búa að fara yfir það hvernig við gerum þetta hér núna með alla þessa áheyrnarfulltrúa. Við ættum kannski bara að nýta nefndirnar miklu betur og fá að allir fái hérna að koma með tillögur eða það að segja við heyrum meiri nefndunum. Mér finnst stundum eins og tillögurnar fæðist bara hér við borðið hjá ýmsum flokkum og það sé bara að koma með þær hérna beint í pontu á þess að það sé búið að tala við nefndir og þeirra bakland. Þannig kannski þarf að bara virkja fólk betur, við getum eflaust gert það. Þannig að ég bý mig undir það sem fulltrúi vondafólksins að á okkur verði barið fyrir þessar niðurstöður. Við erum ekki óvön því, en ég held að með hagsmuni Mosfellinga í huga og sem ábyrg bæjarstjórn þá held ég að okkur það væri best að við myndum bara undirbúa okkur vel og jafnvel þá næsta bæjarstjórn hafi það verkefni að undirbúa fjölgun bæjarbúa. Nei, jú, að sjálfsögðu fjölgun bæjarbúa, því ég er nú alltaf að hugsa um það, en fjölgun bæjarfulltrúa. Takk fyrir. Já, Bryndís, þú ert næsta maður svo, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti. Ég gerði nú bara grein fyrir mínu afstöðu hér áðan og ætlaði svo sem ekkert að koma aftur upp undir þessu máli því ég taldi mig hafa farið yfir það hver mín sjónarmið væru í málinu, hvað sem fólki kann svo að finnast um þau og það er líka bara fólki frálst að hafa þá skoðun sem það vill á þeim. En þegar Sigrún Pálsdóttir, leiðsögumaður og bæjarfulltrúi kom hér upp að ræða ræðuna mína og þá fannst mér ég verða nú að bregðast við nokkrum hlutum í því. Fyrir það fyrsta þá tala ég hér úr þessari pontu sem bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ, kjörinn bæjarfulltrúi.
Það breytir ekki þeirri staðreynd að ég er jafnframt kjörinn þingmaður. Ef ég skildi bæjarfulltrúan rétt að þá hafði hún einhvern veginn áhyggjur af því að þessi viðhorf væri þó orðin hluti af löggjafarvaldinu. Þá segir nú það er þá líka bara hluti af lýðræðinu því ég er einmitt kosin líka á þing og þetta er mínar skoðanir og mín sjónarmið hvað þetta mál varðar. Bæjarfulltrúin kom líka inn á það og vildi meina að Sjálfstæðisflokkurinn væri með eitthvað frumvarp á þingi breytingar á þessum lögum. Ég vil bara leiðrétta hann í því, svo er ekki. Það eru nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem lagt hafa fram frumvarp sem felur það í sér að vera ekki með lagaskyldu á sveitarstjórnir fjölda bæjarfulltrúa eftir stærð þeirra. Það er að segja, það sé lágmarksfjöldi, ég man ekki hvort það átti að vera 5 eða 7 og svo er það ákvörðun sveitarfélaganna sjálfra að ákveða hvort að bæjarfulltrúarnir séu 9, 11, 15, 30 eða hvað það er. En það er ekki bara þingmenn Sjálfstæðisflokksins, heldur líka þingmenn úr flokki fólksins og miðflokknum sem hafa lagt fram þessa tillögu. Mér er ekki ljóst hvernig stuðningurinn við þessa tillögu er þvert á aðra flokka og hann kann bara vera mismunandi. Alveg svo hefur komið hér fram í umræðinu, hér höfum við 2 bæjarfulltrúar, allavega 2 bæjarfulltrúar lýst alveg gjörólíkum sjónarmiðum á tillöguna sem slíka, hér eigi að fjölga bæjarfulltrúum. Og bæðir og jafnvel Kolbrún líka, hérna eru við öll úr Sjálfstæðisflokknum þannig að okkur er alveg frjálst að hafa mismunandi skoðanir á þessu máli. Og bæjarfulltrúar fóru nú einmitt ágætlega yfir það hversu lýðræðisleg hreyfing Sjálfstæðisflokkurinn væri. Og við erum ekkert alltaf sammála alla hluti þó við séum sammála ákveðna grunnstefnu. Bæjarfulltrúin kom líka aðeins inn á viðmið við Norðurlöndin og fjölda bæjarfulltrúa þar. Og þá kannski kem ég inn á það sem að bæjarfulltrúi Kolbrún ræddi hér áðan að ef að það er vilji bæjarstjórnar hér að fjölga bæjarfulltrúum að þá myndi ég líka leggja til það til að það væri farið vandlega yfir það og fólk gæfi sér góðan tíma í þá vinnu. Því það er líka þannig, og nú ætla ég ekki að þykjast þekkja Norðurlöndin öll sem eitt, en það er víða þannig að það eru fjöldi bæjarfulltrúar kann að vera meiri, en þau koma líka saman mun sjaldnar, þannig að þetta er minna starf og minna hlutfall, en það er þá minna hlutfall bæjarfulltrúar sem sinna kannski daglegum störfum, eins og væri hægt að vísa í bæjarráð hjá okkur. Að slíkt ráð hittist á vikulega og 2 vikna fresti en það sé stærri hópur sem komi saman með á mun sjaldnar og sinni þá veiga minni störfum ef svo er að hægt að komast orðið. Þannig að það er kannski eitt ágætt í púkið að nota þá næsta kjörtímabili að skoða það ef að fólk er að miða sig við önnur lönd að fara þá raunverulega yfir það hvernig fyrirkomulaginu er háttað á þeim stöðum. Já, að sjálfsögðu ætla ég líka leiðrétta það sem ég sagði hérna áðan varðandi töluna. Það er alveg rétt. Og ég þakka bæjarfulltrúi Ólafi Óskarsyni fyrir að benda mér á það. Ég hafði hér skrifað nokkra tölur og ég tók hæstu töluna sem voru 80 milljónir en það er alveg rétt að þetta er svona 30-40 milljónir eitthvað svoleiðis sem að hægt væri að segja ef við verum að horfa á þessa aukningu 2 fulltrúa og ég biðst afsökunar á því að hafa mismælt mig hér. En það kom líka hér inn að jú, kann að vera að það sé hægt að keyra svona breytingu í gegn en ég segi þá líka, ég lít ekki svo á að hér fari fram fyrri umræða breytingar og samþykktum Mosfellsbæjar. Við erum hér að ræða málið undir fundargerð bæjarráðs, þar sem tillagan hafi komið inn í bæjarráð og henni var vísað inn í bæjarstjórn. Minn skilningur á sveitarstjórnarlögunum er sá að þegar þarf 2 umræður veigameiri mál eins og samþykkti bæjarins, þá þarf að liggja hér fyrir í drögum breytingatillaga á samþykktu bæjarins. Þannig að ég held að hér séu ekki eiga sér stað formuleg fyrri umræða slíka tillögu. Ég held að sé þá líka mikilvægt að halda því til haga. Nú þekki ég málið ekki nógu vel, við náðum ekki að flétta því upp hvort að sé krafa ákveði langan tíma milli umræðina, formulegra umræðina, það kann að vera það er til að mynda held ég ársreikning eða nógu flýtafundi, ok, kann að vera. En þetta er allavega formsatriði sem þyrfti að fara vel yfir. Og ég segi það eins og ég sagði þetta áðan, ég mun ekki greiða þessari tillögu atkvæði mitt. Ég er bara á þeirri skoðu, prívat og persónulega, ég held að það geri ekkert gott fyrir Mosfellsbæ að fjölga fulltrúum, en aðrir kunna vera á annarri skoðun og það er allt í lagi. En í það minnsta held ég að bæjarstjórn Mosfellsbæjar þyrfti að fara vel og vandlega yfir þetta mál. Alveg svo bæjarfulltrúi Kolbrún nefndi hér það líka að gera dröga breytingum á fjárhagsáætlunum og öðru og það er svona ýmislegt í stjórn fyrirkomulaginu sem að þetta getur haft áhrif á. Bæjarstjóri kom inn á það en hvað með bæjarráð eða aðra nefndir, hvernig á manna það hver á fjöldin að vera. Þannig að ég held að það sé að ýmsu að huga ef að fólk vill raunverulega fara þessa leið. Það er einn að mælda ská, það er Ólafur Ingi.
Ágæti fórsti. Ég er nú kannski svona svolítið, ég held að Haraldur bæjarstjóri hafi miskilið mig þegar hann mistúlkað orð mín varðandi ráð og nefndir. Vissulega þarf að taka þá umræðu í framhaldi af þessu síðar, þó síðarverði. En til þess varðandi þetta eina mál sem að fjölga bæjarfulltrúum, þá þurfum við ekki að taka það samhliða. Og ég held að það hljóta að vera alveg að ég sé að skýra þetta og það sé ykkur, við séum sammála um það. Það er allan að þarf ekki að taka það samhliða, en það er klárlega að taka það í framhaldi umræðu. Og það myndi þá bara vera gert af næstu bæjarstjórn og það er hægt að gera bara með því að breyta samþykktum eftir það. Nú, tek undir það, vissulega er þetta stuttur fyrirvari, en ég ítreka það. Henni er ekkert óyfirstíganlegur. Við getum þetta ef við viljum það, ef við höfum það og bara svo við tölum um það því að hér er talað um lýðræði. Og það var nefnt hér að fjölgun bæjarfulltrúa myndi nú ekkert auka lýðræði. En við bara hugsa þetta þannig. Hvað er virkasta lýðræði? Virkasta lýðræði er beint lýðræði. Einn maður, eitt atkvæði. Einn íbúi, eitt atkvæði. Því fleiri fulltrúar sem þessir íbúar hafa, þá hlýtur lýðræði að vera aukið. Það bara gefur auga leið. Nú, það var talað hér um fjölda íbúa bak við bæjarfulltrúa. Í dag erum við með 9 bæjarfulltrúa því að við erum með ca. 1200 íbúa það bil á bak við hvern bæjarfulltrúa. Ef við færum í 11, þá erum við með tæpa 1000 íbúa á bak við hvern bæjarfulltrúa. Og bæjarbúum fer fjölgandi. Og þeim munum fjölga á næsta kjörtímabili. Þannig að, og til samanburðar getum við kannski sagt, vissulega erum við töluvert stökk í okkur og svo kannski Kópavog og Garðabæ. En til samanburðar getum við talað um Seltjarnarnes. Það eru 656 íbúar á bakvið hvern bæjarfulltrúa. Ég ætla ekki að tala um, ég skal bara viðurkenna það, ég var svolítið sár að heyra hér nefnt populisma í þessu sambandi. Ég ætla ekki að taka það til mín og ég finnst það ekki eiga við. Við erum að tala hér um að það er heimild í lögum til þess að gera ákveðna hluti. En vissulega, þetta hefði alveg mátt koma fram fyrr og ég er alveg sammála því. En ítreka enn og aftur, við getum afgreitt þetta á þeim tíma sem er. Ég sé ekkert ólýðræðislegt við það. Já, það er einn mann sko, það er Haraldur Sverrisson. Gjör svo vel. Ég var líka. Já. Forseti, ég er nú komið í 3. skipti. Það er reyndar þannig í samþykktum Mosfellsbæjar að bæjarstjóri má tala oft eins og oft og hann vill. Ég ætla að nýta mér að það hægt að skipta fyrir sínum ekki vanur því, en bara örstutt, verð ekki lengi. Bara sko, það sem ég átti við varandi nefndir og ráð. Og mér finnst það bara mjög óvöndu vinnubrögð og ekki okkur til sóma eða við skoðum þetta ekki heildstætt. Það er að segja að skoða fjölda bæjarfulltrúa og fjölgun þeirra og hvað það þýðir þá og hvernig við viljum þá hafa aðra lýðræðislega starfsemi bæjarins. Ég sé þetta ekki fyrir mér í 2 skrefum heldur einu. Að ef við tökum ákvörðun það að fjölga bæjarfulltrúum, þá þurfum við líka að taka ákvörðun það hvernig að hafa nefndarstarfina. Og í mínum huga, ef við fjöldum bæjarfulltrúum með 9-11, þá finnst mér algjörlega einboðið að það eiga að fjölga bæjarráðsmönnum úr að minnst 3 í 5 og ef það eiga ennþá að vera áheyrnarfulltrúar, ef sú regla áfram að vera, þá verða þeir örugglega 6-7 eða eitthvað, þeir fulltrúar. Minnst miðað við svona fjölgunin á frambóðum sem er að verða í þjóðfélaginu. Hins vegar er það þannig að fjölgun bæjarfulltrúa hefur það er ekkert beint samhengi milli þess að þá hafi flokkar meiri möguleika að komast inn í bæjarstjórn. Því að það er hlutfallskosning um það. En það getur alveg eins og Theodór þýtt bara að það verður bara miklu fleiri sjálfstæðismenn. En möguleikarnir eru fyrir hendi. Það er ekkert endilega þannig. Jú, það eru möguleikarnir eru fyrir hendi. Okay. Ég ætla ekki að fara í einhvern beint samtal hérna úr pontu. En það var aðalega þetta sem ég vildi leggja áherslu á að mér finnst og við eigum að stunda vöndu vinnubröð í þessu. Það er ekki vöndu vinnubröð á mínum huga, koma hérna með korti fyrir kostningu einhverja tillögum að fjölga bæjarfulltrúum
óhugsað miðað við það hvernig síðan þá nefndarstruktúrinn okkar á að vera til framtíðar. Við erum líka hér, hér á dagskrá á morgun í bæjarráði svona hugleiðingar einmitt nefndarstruktúrinn, þar að segja hver hlutverk og verkefni nefnda á að vera. Það finnst mér einmitt vera dæmi það að menn sé að ræða þetta í tíma, eitthvað sem við getum rætt núna þessi bæjarstjórn fyrir kosningar. Þess vegna ef það svo niðurstaðan að vilja breyta einhverju, að taka fyrir umræðu samþykki bæjarins, hvað verkefni og verkefni nefndan fyrir kosningar og svo síðari umræðuna eftir kosningar, sem þýðir þá 2 bæjarstjórnir koma að slíkum málum. Það lýðræðislegt og gefur þá þeim bæjarstjórnum kost á því að hafa skoðanir á slíku, en vinnubrögð eins og þessi finnst mér óvönduð og ég ekki sammála Ólaf Inga, mér finnst það ólýðræðislegt. Já, Sigrún Pálsdóttir, þú tillöguflytjandi, þannig að þér er heimilt að tala eins og allt þú vilt. Já, forseti, mér langar að líka bregðast við þessu uppnefni, popúlismi. Mér finnst að lýsa málefnafátækt viðkomandi bæjarfulltrúa og líka bara vanvirðingu gagnvart þeim vettvangi sem bæjarstjórn Mosfellsbæjar er. Við eigum að vera að ræða hér málefnalega þau mál sem varða sveitarfélagi og að bregðast við með þessum hætti, það er svona svolítið úlingslegt að mínu mati og á bara ekki heima á svona vettvangi ef ég á að segja eins og en Haraldi Sverrissyni er tíðrætt vöndu vinnubrögð, bæjarráð Mosfellsbæjar hefur tekið ákvarðanir milljarða samninga eða milljarða framkvæmdir með í rauninni bara innan við 48 klukkustunda fyrirvara. Þannig að sko þetta er svona mjög við þurfum að vera svolítið samkvæm sjálfum okkur. Það er ekkert mikill undirbúningur sem það krefst að fjölga bæjarfulltrúum 2 og það er alls ekki neitt óyfirstíganlegt verkefni. En svona þegar þetta er borið saman við þar hvernig ákvarðanir eru oft á tíðum teknar hér í Mosfellsbæ, þá ætti það ekki að vera þröskuldur eins og fleiri hafa komist að orðið hérna. En já. Nú, ekki meira. Já, fleiri hafa nú ekki, Kolbrún Þorsteinsdóttir. Ég bótti einu svona. Já, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég svo sem vissi alveg að ég var bara að tjá hugminn varðandi þetta orð popúlismi og ég var bara svona að reyna að segja fólki það að þetta er ekki svo slæmt orð að nota. Þetta er notað, þó að þetta fari fyrir brjóstið á fólki hér, þá er þetta notað til að koma ákveðnum málum í gegn. Það var það sem ég verið að útskýra og þetta kom bara við huga mér. Og ef að þið að taka þessu eitthvað illa, aðrir bæjarfulltrúar hér borðið, þá var það alveg eins, kannski, ég hefði kannski haldið að... Ég sagði að ég tækja ekki til mig. Nei, gott, það er gott, Ólafur tekur ekki til því, gott að þú gerir það ekki, vegna þess að við tökum ekki alltaf allt til okkar sem að sagt er okkur. Hvort sem að fólki þykir þetta ungæðislegt eða málaþurrð, þá kom þetta samt upp í huga mér, þá er ég bæði með málaþurrð og mjög ungæðisleg, þá verð ég bara að gangast við því. En þetta var bara hluti að því ég heyrði þessa útskýringu, þetta er ekki svo slæmt orð, þannig að ég vildi bara svona, verja mig eins og sem ég fá að koma upp og gera, að þetta var ekki hugsað þannig að ég væri að tala niður til fólks eða gera lítið úr einu en einu. Ég vildi bara segja að þetta er svona ákveðin leið til að ná til fjöldans það að með ákveðin málefni og það er bara ný útskýring sem ég heyrði og ég sem þá er það kannski svo slæmt að nota þetta orð en það var bara það sem ég vildi segja forseti. Sko, fleiri ekki hvað til hljóðs en það er nú hérna verið tillega en ég ætla að óska sjálfur eftir stuttu fundalíði. Og ég vil lifa það eða?
Nei, þó ég hef verið að horfa á því, þá er það Já, við hefjum þá fund á nýju, við erum ennþá í fundargerð bæjarráðs frá 15. mars og erum að ræða 7. mál. Ég hef nú sett hérna sjálfum mig á mælendaskrá og ætla að fá að taka til máls þetta mál og lýsa skoðun minni á því. Þetta er auðvitað stór ákvörðun og stórt mál, snertir svona fjölgun og bæjarfulltrúum og það er ýmsir vinklar á því eins og kemur fram í minnisblaði frá Arnari hvaða regla á að gilda, það er engin ein regla í sjálfu sér, þetta er svolítið opið, við getum fjölgað en er það ástæða til þess og hvaða ástæða er það til þess, er það meira lýðræði eða ekki, þetta er erfitt að setja fingurinn á þetta bara já eða nei. Það sem ég finnst nú að vera aðalpunkturinn í því, það er tímasetningin. Það er að segja hvað þetta kemur seint og umræðin er kannski fyrst að fara bara af stað núna á þessum fundi eftir að við fengum minnisblaðið. Við vorum ekki tilbúin í umræður á bæjarráðsfundinum því þar var bara tillagan en engin fylgigögn og þess vegna vísuðu við þessu nú hingað. Og við erum svona öllu fróðar eftir að hafa lesið minnisblað Arnars. En mjög margir vinklar á þessu en mér finnst þessi umræða að vera að koma á seint fram. Þannig að þið þurft að koma hér síðdæmis síðastlið haust. Þannig að þetta var að ræða frá öllum vinklum. Ekki bara núna á einum bæjarstjórnarfundi. En svo ég tala nú alveg skýrt, nú verður borin upp til atkvæða tillaga Sigrúnar Pálsdóttur sem að snýst einfallega það að fjölga bæjarfulltrúum frá 9 í 11, úr 9 eins og það núna í 11. Ég mun greiða atkvæði mitt gegn þessari tillögu á þeim forsendum sem ég nefndi hérna áðan. Fleiri er ekki á mælendaskrá og þá er bara rétt að ganga til atkvæða þessa tillögu sem að við heyrðum hér áðan og las hérna í uppbæði, hún Sigrún Pálsdóttir, sem snýst efnislega að fjölga bæjarfulltrúum úr 9 til 11. Vilja bæjarfulltrúar heyra tillögun aftur? Nei. Óskar enginn eftir því? Heyra tillöguna eins og... Það er þá rétt að Sigrún lesa hana þá? Nei, fórseti lesa hana. Já. Þá best að fórseti lesa hana hér og hún hljómar svona að tillaga M-lista íbúðarhreyfingarinnar. Bæjarstjórn leggur til að bæjarfulltrúum verði fjölgað í 11 frá og með sveitarstjórnarkosningum 2018. Heimild í lögum fjölgun bæjarstjórnarfulltrúa hefur ekki verið nýtt til fulls en samkvæmt 11. grein á þann að vera sveitarstjórnarlaga númer 148 frá 2011 er sveitarfélögum með 2000 til 9.999 íbúa heimilt að hafa allt að 11 sveitarstjórnarfulltrúa. Sveitarfélögum með fleiri en 10.000 íbúa er heimilt að hafa 11 til 15 sveitarstjórnarfulltrúa til að íbúðarhreyfingarinnar er í samræmi við þá lýðræðislegu hugsun sem býr að baki sveitarstjórnarstiginu og reglum kosningar til sveitarstjórna að sveitarstjórnarfulltrúar séu fulltrúar íbúa sveitarfélagsins og geti þar með á virkan hátt endurspegla vilja íbúana. Tillagan felur í sér breytingu á samþykktum Mosfellsbæjar, stendur hér í tillögu Sigrúnar og nú greiðum við atkvæði þessa tillögu. Þeir sem eru hlynntir þessari tillögu frá Sigrúnu Pálsdóttur er bennir rétt hönd. Þeir sem eru á móti, hún er felld með 6 atkvæðum gegn 9. Nei, 3. 6 til 9, það var búið að fjölga í 15. Þú ert bara þannig að fjölga í huganum en ég ætla að bóka. Já, það er verið að búið bókun hérna á 2 áttum. Við gerum hlýja, þannig að fólk geti þá lagt fram sína bókun. En tilbúin er Sigrún að þú tilbúin með þína bókun. Já. Hvor var á undan? Það er ekki að taka stafrófsröðuna, annars er ég undan? Já. Og framar í stafrófunu. Það skiptir svo sem engum máli.
Ég ætla að fá að lesa hérna bókun Samfylkingarinnar. Og hún hljóðar svo. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar styðja tillögu fjölgun bæjarfulltrúa í 11 í komandi sveitarstjórnarkosningum á grundvelli þeirra sýnar að fjölgun bæjarfulltrúa geti greitt fyrir því að fleiri sjónarmið komist að í bæjarstjórn og að það sé til bóta fyrir lýðræðislega umræðu og ákvarðanatöku. Fjöldi bæjarbúa fór yfir 10.000 og yfirstandandi kjörtímabili og íbúum fjölgar mjög hratt þessi árin. Því 4 ára frestun á fjölgun bæjarfulltrúa sem heimil samkvæmt lögum óþægilega langur tími út frá lýðræðislegu sjónarmiði. Ákjósanlegra hefði þó verið að fá þessa tillögu fram á haustmánuðum 2017 til að gert verði ráð fyrir henni í fjárhagsáætlun sem og að það hefði gefið nýjum framboðum betri tíma til að undirbúa framboð. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar telja að í framhaldi af fjölgun bæjarfulltrúa þyrfti að ræða fjölda fulltrúa í nefndum til að gæta þess að kjörfylgin í bæjarstjórn endurspeglist sem best í nefndum. Ég sendi ritarann. Þetta verði ritara Sigurður Pálsdóttir, vilt þú koma gjör svo vel og lesa bókun þína? Já, bókun M-lista íbúðarhreyfingarinnar. Ágæti forseti. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar harmar þá niðurstöðu fulltrúa D.O.V.-lista að hafna fjölgun bæjarfulltrúa úr 9 í 11. Einnig þá staðhæfingu fulltrúa D-lista að fjölgun bæjarfulltrúa efli ekki lýðræði. Það er lögbundið að fjölga bæjarfulltrúum í 11 til 15 í sveitarfélögum sem fara yfir 10.000 íbúar. Þannig að við stöndum frammi fyrir því í þar næstu kosningum að þeim verði fjölga hvort sem er. Rökin fyrir því eru efling lýðræðis. Tillagan er seint til komin en enga síður þarf svona breyting ekki mikinn undirbúning. Ákvarðanir milljarðaverkefni hafa verið teknar með mun styttri fyrirvara. Vilji er því allt sem þarf. Það er beðum fundarlega. Já, það er beðum fundarlega og það er sjálfsögðu reitt hérna. Og þá hefst fundur á 9 hér í bæjarstjórn Mosfellsbæjar og við erum að ræða fundargerð bæjarráðs frá 15. mars. Við erum búin að ræða eitt mál, það er að segja mál nr. 7. Það er afgreitt en þetta voru nú 13 mál á dagskrá og orðið laust öll hinn ef að menn vilja ræða þau. Nú, svo er ekki, þá er umræðan loktíðin þessa fundargerð en Sigurður Pálsdóttir, þú varst að biðja það að yrði greitt sérstaklega atkvæði málunum 11, er það ekki? Jú. Nú er komið atkvæðagreiðslu þannig að við tökum fyrst fyrir atkvæðagreiðslu málunum 11 sem að heitir uppbygging íþróttamiðstöðvar og æfingasvæðis við Hlíðarvöll í Mosfellsbæ. Þeir sem samþykja þetta mál eins og það ber með sér, eða fundargerðin ber með sér, eru bennir rétt upp hönd. Er einhverju móti? Það er samþykkt með 8 atkvæðum. Ég langar að bóka afstöðum. Já, ertu tilbúin með bókun? Ertu hérna, það er rétt á að lesa það bara upp. Það sendir hérna bara hérna orðnar. Ég bara að lesa hana. Ég er heimilt að gera það en lesa bara. Fundarinn að sitja hjá við atkvæðagreiðslu vegna efasemda að rétt sé að nota útsvar Mosfellinga til að standa straum af kostnaði við tómstund og ungmenni og forsendur stuðningsins því einungis að litlu hluta með réttum formerkjum. Já, þetta var bókun M-listans þetta mál en við erum eftir að græða. Það er óskað til fundarliði. Það er óskað til fundarliði og það er sjálfsögðu veitt. Já, við hefum þá funda 9 og Bryndís Haraldsdóttir ætlar að lesa hér bókun frá VFD-lista með mál nr. 11. Virðulegur forseti, fulltrúar VFD-lista óska eftir því að bóka sig undir þessum lið
Mosfellsbær er heilsueflandi samfélag og styður með stolti við íþrótta- og tómstundastarf. Því fylgir uppbygging íþróttamannvirkja. Já, þá er þessu umræðu þetta máli lokið við eftir að græða atkvæðum fundargerðinni heilsinni að undanskildu þessu eina máli, nr. 11. Þeir sem samþykja fundargerðina í heilsinni undanskildu máli nr. 11 er bennur rétt hönd. Já, 11 og 7 náttúrulega. Og 7? Og búið ágreiða 7. Það búið að greiða það. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er þessi fundargerð umræðu henni lokið og þá koma fundargerðir einstakar nefnda. Það eru nokkra að venju, það er fyrst fræðslunefnd, síðan skipulagsnefnd og ungmennaráð er líka með fundargerð og reyndar bættum við líka fundargerð frá íþrótta- og tómstundanefnd. Þannig að við förum í þetta núna og byrjum á fræðslunefnd sem hélt fund 14. mars síðastliðinn. Það var númer 348, ég gef orðið laust. Kolbrún Þorsteinsdóttir og síðan Sigrún. Já, forseti, mér langar að ræða mál nr. 1 sem að ber heitið málefni Varmárskóla. Þetta var til umræðu Varmárskóli sjálfur og fóru fram þannig umræðir á fundinum að sitt sýndist hverjum hvað þær úrbætur sem það má gera og þarna fylgdu bókanir og þetta er viðkvæmt mál sem var þarna rætt og kannski kynna eða segja aðeins frá því aðdraganda þessa máls þar sem að hópur foreldra kom á fund fræðslustjóra eða í kjölfar bréfs sem að eitt foreldri skrifaði og vildi hitta fræðslustjóra að ræða ákveðin mál sem að þótti náttúrulega bara sjálfsagt og eðlilegt. Í kjölfar þess var ákvað að fara að hittast þessar 2 konur, fræðslustjórinn og bréfritari og þar mætti hópur manna á fundinn og þar voru háværar raddir það að það væri margt sem að þyrfti að laga niður í Varmárskóla og það var ákveðið að fara í ákveðna leið í þessu máli. Það var fyrsta lagi að upplýsa foreldra þær leiðir og þær aðgerðir sem eru farnar þegar að úrbóta er þörf eða þegar óánægja kemur upp. Þannig að það var fundað fyrst með foreldrafélaginu sem það þótti náttúrulega eðlilegt. Kvöldfundir sem var haldinn og þar var mikill að mér skilst einhver hiti í fólki og það ræddu saman kennarar og foreldrar og skólastjórnendur. Niðurstaða þess fundar var að þetta yrði bara þetta máli færi náttúrulega ég veit nú ekki nákvæmlega hver niðurstaða fundarins var en jú, hún var svo að það yrði farið í alla árganga og rætt málefni Varmárskóla. Ég tek fram að ég er sjálf foreldri í Varmárskóla og að sjálfsögðu á stóru heimili er ýmislegt sem að betur má fara. En sem sagt niðurstaðan úr þessu fundi var svo að það yrði farið í alla árganga, það yrði fundað með öllum árgangum, öllum foreldrum alla árganga og málin og farið yfir þær leiðir eins og ég sagði hvað sem betur má fara og leiðir til úrbóta. Síðan það kom reyndar fram beiðni fyrir þennan tiltekna foreldrafund að halda að máli færi kæmi fyrir fræðslunefndina en í fyrstu var ákveðið að halda þennan foreldrafund með foreldrafélaginu og skólastjórnendum og síðan kæmi málið að þeim fundi loknum inn fyrir fræðslunefnd. Málið var rætt í fræðslunefnd og þarna fylgir minnisblað starfsmanns þar sem að hann útskýrir það sem að undan er gengið og þær úrbætur og þær til að koma til móts við óskir foreldra eins og mögulegt væri. Þarna kemur reynda bara fram í minnisblaðinu að þetta sé erindi frá íbúðarhreyfingunni sem að það sem kemur fram að það sé óskað eftir
umræðu í fræðslunefnd málefni varmaskóla. Já, sem sagt, þessi umræða kom fram og á fjölmennum grunnskólafundi fræðslunefndar og þar var samdóma álit allra sem að hófu mál sitt, eða flestra, ekki allra, flestra, að umræða skólastofnanir, skóla væri ávallt viðkvæm og það þyrfti að fara varlega. Ég hef verið sökuð of mikla jákvæðni, jafnvel þöggunartilburði og ég sé að hérna vil ég ekki horfa á málið í réttu ljósi. Það var jafnvel birt grein í Mosfellingi þar sem var skrifað það sem ég var bent á að þetta væri nú sennilega að það væri of jákvæðir einstaklingar sem að færu fyrir fræðslunefndinni. Ég tek bara mjög nærri mér svona ásakanir eða svona tal að ég vilji ekki gera úrbætur og það vita félagar mínir hér í bæjarstjórn að það er svo sannarlega ég hef svo sannarlega rætt málefni varmaskóla við mína félaga hér í bæjarstjórn og ég vissi nákvæmlega hvað vandinn var, ég vissi nákvæmlega hvað var verið að gera og mér finnst, og það er kannski bara ég þannig, að mér finnst betra að fara hefðbundnar leiðir í því að koma mínum málum á framfæri sem óvanalegt foreldri. Mér finnst betra að fá ræða við þá aðila sem að málinu koma áður en að maður fer að fara í kannski aðra aðila sem eru málinu kannski ekki alveg beint eða ekki beint viðkomandi. Eða hvað ég segja, tala við réttu aðilana áður en maður fer að vera með kannski meiri ásakanir heldur en þarf. Þannig að það var fín umræða á þessu fundi en það eru samt sem að bókanir hérna undir sem að það sem að verður örugglega rætt hér á eftir þessar bókanir og þær tillögur sem þetta komið fram. Ég myndi segja að það eru úrbætur hafna, það er ferli komið í gang varðandi varmaskóla og ég vil bara ítreka það og það má þá bara saka mig það að vera of jákvæð og hérna eins og ég er kannski yfirleitt í svona málum sem ég vil nálgast við jákvæðan hætti að ég trúi frekar á þá leið og þá úrbóta leið heldur en kannski að vera að ráðast á mál og jafnvel höggva í fætur á stofnunum sem ég hef ekki áhuga. Þannig að það koma eflaust fleiri hérna einhverjir á eftir mér og vilja taka til máls undir þessu sama lið. Ég vildi útskýra mína hlið á málinu. Við stöndum frammi fyrir því, við sem fræðsluyfirvöld, að hlúa að okkar skólum, okkar stofnunum og við verðum að vanda okkur í þeim málum. Þetta er okkar stærsti málaflokkur og þetta er okkar viðkvæmasti málaflokkur, þannig að ég bara trúi því og treysti að við sem bæjarstjórn og fræðsluyfirvöld getum leitt það mál áfram með eins farsælum hætti og þannig allir lendi standandi á fótunum þegar eftir þá umræðu. Já, Sigrún, þú ert mælda skrá þetta sama mál gerir á fyrir málefni varmaskóla, gjör svo vel. Ágæti forseti, mér langar að gera athugasemd við það að ég sem tillöguflytjandi og sem upphafsmanneskja þessa máls fæ ekki að innleiða málið. Það eru mjög óeðlileg fundarsköp. En þetta var íbúahreyfingin óskaði eftir þessu máli á dagskrá fræðslunefndar í janúar síðastliðinn og við fengum þetta inn á dagskrá til okkar núna í mars í fræðslunefndinni og tildrög þessa máls eru þau að við höfum spurnir af því í íbúahreyfingunni að foreldrar væru að kvarta bæði við skólastjórnendur í varmaskóla og fræðslu sviðið hérna og við bæjarstjóra yfir skorti á viðbragði við ákveðnu ástandi.
Þetta varðar eineltismál, aga vandamál í skólanum. Fólki finnst ekki nógu mikið aðgert að bregðast við slæmri útkomu í samræmdum prófum, ekki heldur nóg aðgert varðandi niðurstöðu rannsókna og greiningar á kvíða barna í Varmárskóla og reyndar í fleiri skólum og svo framvegis. Og okkur í íbúahreyfingunni fannst bara að svona mál ættu bara heima inn á borði fræðslunefndar. Þetta á ekki bara að fara á milli aðila sem að hafa með framkvæmd þessara mála að gera í sveitarfélaginu, heldur þetta svona mál þau eiga bara að koma inn á borð fræðslunefndar sem hefur mjög veigamiklu hlutverk að gegna, og með leyfi forseta langar mig að lesa upp úr samþykkt fræðslunefndar hlutverk nefndarinnar. Að hafa eftirlit með stofnunum sem vinna að fræðslumálum og fylgjast með að þær vinni að settu markmiðum í samræmi við lög og veiti góða þjónustu. Að leggja mat á þá þjónustu sem veitt á vegum sveitarfélagsins í fræðslumálum með tölulegum upplýsingum og könnunum á meðal bæjarbúa. Einnig að fjallum þær kvartanir sem berast vegna þjónustunar. Og ég veit að fyrir brjósti á sumum hvað ég þarf að útskýra sumar hluti vel, en ég sótti eitt sinn námskeið hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga hlutverk fræðslunefnda. Og ég verð að segja að það var mjög lærdómsríkt námskeið og ég gerði mér eiginlega ekki fyrir en þar grein fyrir því hvað var mikilvægt að við kjörni fulltrúar séum vel að okkur fræðslumálin og það það sem að ég vildi gera eða við vildum gera með því að setja þetta mál á dagskrá fræðslunefndar. Vegna þess að svona mál þau eiga heima á svoleiðis stöðum. Við vitum það að það er mikið rætt fræðslumál, ekki bara í Mosfellsbæ, heldur almennt og ég teki eftir því að önnur sveitarfélög og fólk í meiri hluta í öðrum sveitarfélögum eins og til dæmis Hafnarfirði, þau bara beinlínis fjalla mjög opinskátt þann vanda sem við að glíma í skólum í þeirra bæjarfélögum og skrifum það fróðlega greinar í blöð og annað. Á sama tíma bæði foreldrum og bæjarfulltrúum í Mosfellsbæ uppálagt að þegja yfir þeim vandamálum sem uppkoma. Og það bara ekki í boði, það bara ekki boðlegt. Ég ætla ekki að fara nánar út í þessi málvarandi Varmárskóli, ég búin að gera alveg nóg vel grein fyrir þessu, en þessi vinnubragð þarf að bæta. Að fræðslunefnd fái þau vandamál inn á borð til sín sem eru og koma upp í skólanum. Og ég minnst að það áður, það afar mikilvægt og afar brýnt að fræðslunefnd fái að góða yfirsýn yfir eineltismál innan skólana, vegna þess að það hefur oft verið talað eineltismálin sem einn helstu vandamál í skólastarfi á Íslandi og sem hefur alvarlegri afleiðingar líka bara fyrir líf fólks þegar ég fram í sækir. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég var búin að segja það sem ég vildi segja í fræðslunefndinni og ég bar upp þá tillögu að það yrði fengin utan að koma til óháður fagaðili til að gera úttekt á skólastarfi í Varmárskóla. Vegna þess að það er náttúrulega tilgangur þess að gera það bara að efla innra starf skólans, auka vellíðan og bæta árangur nemenda
styrkja stoðþjónustuna og draga úr álagi á kennara og svo framvegis. Já, það er 3 mælendaskrá, ég setti hér sjálf mig hérna á mælendaskrá og það er til að bregðast við orðum Sigrúnar hérna áðan. Það kom hér í pontu það sem hún taldi það að hún sem tillöguflytjandi í þessu máli, þannig að þetta er skrítið að hún fengi ekki orðið fyrst. En lítum á málið heitir Málefni Varmárskóla og það segir í fundargerðinni og fundarbóðinu að kynning á upplýsing og fræðslufundi með hópi foreldra Varmárskóla sem haldið var 27. febrúar 2018. Það er málið. En það er rétt eins og kom fram í málinu rétt áðan að hún flutti tillögu á fundinum eins og fólk gerir. En málið er ekki fólkið í tillögu og þetta tel ég vera misskilning hjá Sigrún að hún hafi einhvern sérstakar rétt til að taka fyrst til máls. Það er mikill munur á þessu máli og málinu sem við ræddum hérna áðan í fundargerð bæjarráðs sem var 7. mál sem heitir einmitt tillaga M-lista íbúahreyfingarinnar fjölgun bæjarfulltrúa og það var mál sem snerist tillögu og hét tillaga. Ég hvet bæjarfulltrúana að kynna sér muninn á þessu tvennu þannig að hún kom ekki inn í punktum með að byrja að borða slíkan misskilning. En það er hérna mælendaskrá og Hvað bregðast við þessu? já, við skulum halda bara mælendaskránni og það eru þá 2 á undan þér, Sigrún, það er Hafsteinn og svo Bryndís og síðan er komið að þér og Kolbrún síðan. Forseti, varðandi þetta þá er þetta einfaldlega þannig að það mál sem voru á dagskrá er fundargerð fræðslunefndar og ekkert óeðlilegt við það að formaður kveði sér hljóðs til þess að ræða fundargerðina. En varðandi það sem hefur verið fjallað hérna í mál Varmárskóla, þá er það nú svo að það eins og var rakið hérna áðan að þá stóði yfir bréfaskriftir og fundarhöld og höfðu samráði við áheyrnarfulltrúa í fræðslunefnd. Þá var ákveðið að bíða með að taka málið á dagskrá þar til að það væri búið að halda fund með viðkomandi og það náðist ekki fyrr en eftir einhverja á þessum tíma og þannig að það var samráð það að bíða með að setja málið á dagskrá fræðslunefndar þar til að þetta samtal hefði átt sér stað og fólk væri búið að hittast og það væri búið að fara yfir málið. Þannig er málið vaxið að mínum mati og það er ekkert óeðlilegt við það að meðan að það er verið að fá botn í það hvað mál snúist að þá sé beðið með að sitja á dagskrá þar til að það fáist skýrari mynd á umræðuna og þetta mál er í vinnslu og það er sérfræðingar fræðslusviðsins og ásamt þeim sem þeir telja þörf á að koma að því máli með skólanum að fara yfir þau bara eins og eðlilegt er. Þetta er allt verkefni sem þarf að leysa og vinna úr ef að svo ber undir og það kemur reglulega upp í starfi stórra stofnana að það þurfi að fara í að leysa verkefni og ég lít svo á að þetta er bara eitt af þeim tilvikum og það ber að glíma við þau og leysa þau og í góðu samstarfi allra aðila og fá farsæla lausn þegar uppkoma einhver samskipta vandamál. Fleiri ekki. Já, Bryndís, þú ert næst. Gjör svo vel. Já, virðulegi forseti, ég kveð mér hér hljóðs undir þessu sama máli í fundargerð fræðslunefndar sem ber heitið Málefni Varmárskóla og ég gat nú ekki annað en beðið orðið þegar bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir talaði að það hér væri fólki uppálagt að þegja. Við erum búin að vera hér í 4 klukkustundir, ef öllum væri hér uppálagt að þegja þá væri við örugglega ekki búin að vera hérna svona lengi. En mér langaði nú bara að segja það að ég bara vil þakka formanni fræðslunefndar fyrir að hafa farið hér ítarlega yfir aðdraganda þessa máls hér og þær umræður sem hafa átt sér stað.
Ég lít nú svo á að fræðslumál sé einn af okkar allra mikilvægustu málaflokkum. Það leiðir það að sér að það er líka mjög eðlilegt að hér í bæjarstjórn eyðum við töluverðum tíma í að ræða fræðslumál út frá víðum grunni. Við höfum hér haft, hvort sem það eru skóladagatöl eða það eru stefnuskólana, niðurstöður úr samræmdu prófum eða niðurstöður frá rannsóknum greiningum líða og hagi ungs fólks. Alla þessa þætti og fleiri til höfum við tekið til umræðu hér í bæjarstjórn út frá fundargerðum fræðslunefndar. Og það er gott. Ég sé hér í bókun fulltrúa DVF og S-lista með leyfi forseta að hér segir athugasemdir foreldra eru ávallt teknar alvarlega og brugðist við þeim. Á fræðslusviði Mosfellsbæjar eru unnið skipuleg og faglega úrbótum í samstarfi við skólastjórnendur og foreldra. Átak hefur verið gert í að koma upplýsingum til foreldra þau verkefni sem unnið er að og skólastarfið. Ég bara þakka fyrir þessa bókun. Mér finnst hún taka mjög vel á þessum þáttum og tek heilsugar undir þá skoðun sem hér er að ef að það koma fram athugasemdir frá foreldrum eða börnum sjálfum það að eitthvað mætti betur fara í skólastarfi í Mosfellsbæ þá eigi að taka það alvarlega. Og ég heldur reyndar að Mosfellsbær hafi verið mjög framalega í því. Við erum til dæmis sveitarfélagi sem þekkti fyrir að hlusta sérstaklega á raddir barnanna og unnið með lýðræðisverkefni með börnum í skólum það þannig að þau fá tækifæri til að segja skoðun sína á skólanum og skólasamfélaginu og ég held að við stöndum okkur mjög vel í því. Ég held reyndar líka og ég hef ekki orðið vör við annað í umræðinni en að hér sé almenn ánægja með skólastarfi í Mosfellsbæ. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að halda því til haga en á sama tíma segi ég við eigum aldrei að gefa neitt eftir í kröfunum okkar við eigum auðvitað að standa okkur framúrskarandi vel í þessu málaflokki. Og þetta er svo málaflokkur sem skiptir held ég íbúana hérna í Mosfellsbæ hvað mestu máli. Við erum mjög ríkt samfélag af börnum, við erum mjög ungt samfélag, hér er mjög mikið af fjölskyldufólki. Þannig að þetta er bara stór og gríðarlega mikilvægur málefnaflokkur og ég bara hvet fræðslunefnd áfram í því að halda vel utan þessi mál og fjalla bæði það ef einhverju kunna að vera óánægðir með eitthvað eða ósátti við hvernig tekið er á málum þá er mjög mikilvægt að ræða það og finna lausnir en svo er ekki síður líka mikilvægt að það komi hér fram í fundargerðum fræðslunefndar hvað vel er gert í skólunum okkar og við höfum tækifæri líka til að ræða það því það er líka umtalsvert sem er mjög vel gert í okkar skólum og mér sýnir svona heilt yfir að við komum almennt nokkuð vel út úr samanburði hvað slíkt varðar. Já, Sigrún, gjör svo vel. Já, forseti, ástæðan fyrir því að ég sagði þetta hérna áðan fundarstjórnina er svo að það var íbúahreyfingin sem óskaði eftir þessu mála dagskrá og venjulega þegar að fólk setur eitthvað á dagskrá þá farið að innleiða málin en hins vegar sé ég að það kemur ekki fram þannig að sko ég bara bið þig afsökunar en af því að þú gast ekki vita það en engar síður sko þegar á þeim tímapunkti sem að við óskum eftir þessu mála dagskrá þá hafði höfðuskólayfirvöld fundað með foreldrum og það lá líka fyrir greinargott bréf það sem að foreldrar höfðu áhyggjur yfir. Á þessum fundi fræðslunefndar og aftur núna er látið í veðri vaka að þetta sé einhverju örfáðar einstaklingar sem standa baki þeim kvörtunum sem að skólinn fékk. En svo er ekki. Það er bara fullt af fólki sem stendur að þessu stendur að bakveita sumir með nafni, aðrir án nafns og það sem að ég sagði sem fundi daginn er við þurfum bara að taka svona alvarlega og við megum ekki benda á fólk og gera lítið úr áhyggjum þeirra. Við þurfum bara að vera opin fyrir því að taka á málunum. Hvort að það sé fullnægjandi það sem að fram hefur komið varðandi málsvörn fræðslusviðs og
skólastjóra í Varmárskóla, þá bara eftir að koma í ljós. Það eru mikilvægi þættir sem að ég sé ekki að hafa verið leystur varðandi eineltismálin, þó að það sé, sú vinna sé hafin, varðandi stoðþjónustu við börn með sérþarfir og ýmislegt fleira sem að ekki er orðið sýnilegt að brugði sér við. Þannig að það er, þetta mál er bara byrjunarreit og við í íbúahreyfingunni, við bara vonumst til að það verði brugðist við með jákvæðum hætti, ekki með því að þakka niður í fólki, vegna þess að þakka niður í fólki, það er neikvætt, ekki jákvætt. Það er til þess fallið að fólk fái bara á tilfinninguna að það sé verið að leggja meiri áherslu á það að vernda orðspor skólans heldur en að hugsa velferð barnanna og það má náttúrulega ekki gerast. En allavega þetta mál er á byrjunarreit og náttúrulega við óskum eftir því í íbúahreyfingunni að við fáum í gegnum fræðslunefndina fáum við fréttir af því hvernig framvindan verður. Já, Kolbrún er næst og síðan Haraldur. Já, það er áfram mál númer 1 í fundargerð fræðslunefndar. Ég vil bara ítreka það enn og aftur ef það er ekki ennþá, fólk er ekki ennþá að skilja mig, að það hefur ekki verið talað eina einustu þöggun eða við séum að verja skólan eða neitt slíkt. Mér finnst þetta eiginlega bara svo ljótt að við séum einhvern veginn það sé farið í að málin nálgast með þessum hætti. Og ég er ekki að tala og ég hef aldrei sagt það að ég sé að gera lítið úr áhyggjum foreldra. Ég held að ég er síðasta manneskjan til að gera það. Það er langt frá því og mér finnst það miður ef að fólk hefur skilið mig þannig. Ég bara ítreka það að það er ekki það sem ég er að ræða. Ég hef hitt hluta af þessum hópi sem að satt þennan fund niður í Varmárskóla og hitti hér fræðslufulltrúann okkar, fræðslustjórn okkar. Ég hef hitt þetta fólk, ég hef rætt við það persónulega og við erum algjörlega að tala sama mál. Við erum algjörlega á sömu blaðsíðunni varðandi úrbætur í Varmárskóla. Við erum öll að sama máli það og við vitum öll hvaða áhyggjur við höfum á ákveðnum vandamálum sem eru niður í Varmárskóla sem varða kennarastéttina í heild sinni, ýmis mál sem að við kannski sem bæjaryfirvöld og fræðsluyfirvöld höfum kannski ekki beina aðkoma að. Það er alls konar breytingar sem hafa átt sér stað í skólakerfinu, varðandi ýmis mál sem varða þeirra vinnu, fólk er misánægt með það. Það er alls konar mál sem að koma upp sem að hafa og samskiptavanda barna og hvernig fólk er tilbúið til að leysa það og hvaða gleru fólk getur sett upp hvað það varðar og hvaða kennarar þurfa stuðning inn í bekk og hverju ekki. Það höfum við líka reynt að hlusta á og skoða hvað getur við þá sem fræðsluyfirvöld komum betur á því. Ef að umsjónarkennari getur ekki ráðið við bekkinn sinn, þá verður mikil óánægja. Þá heyrist í foreldrum og það vitum við. Ef að stjórnandi á miðstigi styður ekki við umsjónarkennara og þannig að umsjónarkennarinn fyllist ákveðinu svona örvæntingu eða úrræðaleysi varðandi bekkinn sinn, það verður til vandamál. Ef það er ekki alltaf verið með samskiptagleru og ná sér alla daga sem umsjónarkennari yngri barna og stöðugt verið að skoða hvernig þetta er að bæta samskipti við foreldra og hvernig þetta er að kenna börnum að vera gott við hvert við annað, ef það gerist ekki, þá gerist akkurat þetta. Það verður málið á svo rosalega stóru máli. Við getum alveg sagt að inn í hverju einasta sveitarfélagi, inn í hverjum einasta skóla eru samskiptavandamál barna. Hafa verið til eineltisvandamál sem hafa orðið eineltisvandamál og svo slæm að það er þurft að kalla til ráðgjafa til að koma þar að. Það þekki ég sjálf mjög vel. En ég veit líka nákvæmlega hvernig hægt er að koma í veg fyrir svoleiðis mál og það er svo ótrúlega lítið mál að gera það. Vegna þess að börn eru ekki sérfræðingar í samskiptum og það þarf að leiða þau og kenna þeim og vera alltaf með þau glerugu uppi alveg þangað til við kveðjum þau á útskrifstardegi í 10. bekk. Og sum börn og sumir einstaklingar jafnvel læra það aldrei hvernig á að koma fram með annað fólk.
því miður. En þetta líka hlutverk kennarans að gera þetta. En ef að kennarinn áttar sig ekki á því, að þá verður vandamál. Og það bara eitthvað sem við getum sem fræðsluveld ekki alltaf ráði við. En við getum sannarlega bent á það. Hvernig hægt að koma í veg fyrir þetta. Og eineltismál hafa verið mjög mikið í umræðinni. Og ég vil ekki tala einelti á meðal lítilla barna. Ég vil tala að þau kunni ekki í samskipti. Og við þurfum að gera það sem fullorðnir einstaklingar, við þurfum að kenna þeim það. Og hvað sem líður PISA og samræmdum prófum og hvað þetta allt saman, að ef barni líður illa í skóla, það verður ekki nám. Ef barni líður vel í skóla, verður nám. Ef að lærdómssamfélagið í skólanum okkar ekki í lagi, þá þurfum við að skoða það hvernig við sem fræðsluveld getum komið til móts við það. En við þurfum að gera það stöðugt og alltaf. Og ef að málin koma svona upp í hendunar á okkur og verða af þessari, sprengingu eins og varð núna með Varmárskóla, að þá þurfum við eitthvað að bakka og skoða hvernig getum við gert betur. Svo málin verði ekki svona stór. Hvað klikkaði og af hverju? Af hverju standa skólastjórar frammi fyrir þessum risastóra verkefni núna að hafa verið að funda með hverjum einasta árgangi, reynt að útskýra, reynt að segja, nákvæmlega eins og kemur fram þarna í niðurstöðum foreldrafundarins, hvernig við erum að fara í þessi UT-mál, eða þar að segja tölvumálin með mötuneyti, með líðan, með ýmislegt. Og ég fullyrði það að það verið að vinna í þessum málum. En þetta gerist ekkert á einni nóttu, þetta lagast ekki á einni nóttu. Við vitum að þessari óánægju. Við vitum að það ákveðin vandi með kennara á miðstiginu og yngra stigi. Og það verið að takast á við það. Og ég segi bara, á meðan við erum að horfa og skoða og vita hver vandin þá gerist þetta hægt og rólega. Við náum aftur, vopnum okkur ný í Varmárskóla og Varmárskólinn verður aftur góður skóli. Hann ekki góður skóli í augum margra. Þess vegna erum við að tala um málefni Varmárskóla. Að Varmárskólinn verður góður skóli í augum og huga allra. Agavandamál og kvíði, þetta því miður, þá virðist þetta vera orðið landlægt með kvíðan í börnum. Eða ég vil samt sem að fulla, það bara mín persónulega skoðun, að kvíði hefur alltaf verið til staðar. Við erum bara að koma orði á það núna. Sem betur fer erum við að bæta okkur sem samfélag að sjá það að börn eru líka kvíðin. Og börn kvíða deginum. Og við erum að koma orði á það og þess vegna erum ég tók þátt í rannsókn sem mér var sent. Ég samþykkti að taka þátt í rannsókn og ég man ekki hver það var nákvæmlega sem sendi mér þetta, að því sem foreldri barns með kvíða. Þá ég í ykkur úttekt það er einhver rannsókn sem var að gera og ég var svo þakklátt fyrir þessar spurningar. Ég bara, já, nei, alls konar spurningar sem ef við spyrjum ekki spurningar þá fáum við ekki svörin. En við erum farin að spyrja þessar spurningar og það ýmislegt að koma í ljós. Og þegar ég vissum það við förum bara 50 ára eftir tíma þá var þetta nákvæmlega eins. En sem betur fyrir erum við að taka á þessu. Og ég vil ræða þetta opinskátt. Og ég ekki að þagga í fólki. Og ég ekki að loka augunum fyrir vandanum. Langt frá því. Og ég vil hitta þetta fólk. Ég hef hitt þetta fólk, þessi óánægðu foreldra. Og ég vil laga. Og þess vegna finnst mér mjög áhugavert og gott að vera í fræðslunefndinni, þá hef ég einhver möguleika á því að laga það sem betur þarf að fara. Og við eigum alltaf að vera því. Við sem sitjum í bæjarstjórnum og hvað sem við erum að gera, við erum alltaf að reyna að bæta samfélagi. Já, ég held að ég er búin að segja allt sem ég ætla að segja. Takk fyrir þetta. Haraldur, þú er orðið, hvað svar? Já, forseti. Kannski bara fyrst af því að það er einhver debattur eða orðræða hér formið, að einhver hefði átt að fá að innleiða þetta mál. Það skiptir engu máli hvort að þótt að hafi staðið eitthvað í þessari fundargerð að þetta mál var að frumkvæði einhvers ákveðins aðila eða ákveðins framboðs. Við erum hér á bæjarstjórnarfundi að fjalla þessa fundargerð og það breytir engu hver flutti þá tillögu ef hún hefði verið flutt á viðkomandi nefndarfundi hverju það mátt hérna tala fyrstur. Það er því að segja kannski úr sem látt við nefndarfundin sjálfan og að fólki sé það nú ljóst að hér eru við á bæjarstjórnarfundi fjalla hér
fundargerðir nefnda og það bara einfallega þannig sá sem býður fyrstur morðið, hann fær það. Þannig að það var engin brotalöm á fundarstjórn forseta og þó að hefði staðið í þessari tilteknu tillögu eða tiltekna máli að þarna væri verið að taka upp einhvern mál á frumkvæði einhvers ákveðins nefndarmanns. Þannig að það sé á hreinu. Bara þetta almennt, það er búið að koma hér fram frá öllum aðilum og ég held að sé allir sammála það sem betur fer, að skóla- og fræðslumálin eru mjög mikilvægur málaflokkur og eitt svo mikilvægasti fyrir okkur vegna þess að það svona kannski eitt veigamesta hlutverk sveitarfélaga að reka skóla, grunnskóla, leikskóla og þessu tilfelli erum að tala um grunnskóla. Það koma upp verkefni sem við vilja kalla vandamál í öllum þessum skólum, öllum þessum stofnunum, reyndar í öðrum stofnunum líka. Og það okkar verkefni eins og hér hefur komið fram að leysa úr því. Við mótum stefnuna við þetta borð hér. Við erum ekki daglegri stjórnun í þessum stofnunum, við mótum stefnuna og fylgjumst með því og hafa eftirlit með því að eftir henni sé farið og við séum að fylgja lögum og reglum. Í þessu tilfelli, hvað varðar þetta tiltekna mál, sem að mér finnst nú reyndar bara að vera eitt af þeim sífellum sem við þurfum sífellt að vera að takast á við í okkar rekstri hjá sveitarfélaginu og sveitarfélagunum, að þá berst hér erindi til framkvæmdastjóra fræðslusviðs frá einum foreldri sem hefur ábendingar ákveðin atriði sem finnst betur mætti fara í þessum tiltekna skóla. Og meðferð málsins var svo að framkvæmdastjórinn boðar að biður viðkomandi bréfritara sem að bréfið var skrifað, tölvupósturinn var skrifað til framkvæmdastjórans að hitta sig eins og formaður fræðslunefndar fór hér yfir áðan, þá þegar sá hittingur átt sér stað þá komu held ég 7 foreldrar til þess að ræða þessi mál og niðurstaðan var svo að það er að fara með þetta á vettvang skólans, að ræða þetta við stjórnendur skólans, þar sem að mínum mati upphaf málsins hefði nátt að vera því að viðkomandi foreldrar hefði átt að fara þá leið og þeim var svo sem bent á það að það þyrfti að ræða þetta innan veggja skólans til þess að stjórnendur þar og kennarar og aðra fagfólk væri upplýst þeirra áhyggjur. Það var gert, haldinn fundur með, ég var ekki reyndar á þeim fundi, en þar voru starfsmenn skólaskrifstofunnar og skólastjórnendur skólans og það var gert og farið yfir það. Sitt sýndist sjálfsagt hverjum á þeim fundi en niðurstaðan var svo að halda fundi í hverjum einum árgangi, að skólastjórnendur héldu fundi með hverjum einum árgangi til þess að ræða agamál og annað í þessum skóla og það sem ætti betur fara. Og að koma síðan hér og segja að ég verið að gera lítið úr áhyggjum fólks, ég get ekki skrifað undir það. Mér finnst sko þeir starfsmenn sem hér hafa komið að máli einmitt hafa verið að taka þessar ábendingar og áhyggjur fólks upp á sína arma og reyna að greina þá og leysa og gera skólastarfið enn betra. Þannig að ég held að sko við ættum að styðja við það starf sem er unnið í skólanum okkar, styðja við stjórnendum okkar, styðja við kennarar okkar, styðja við fagfólki í skólanum og líka þá sem eru stuðningsfullir og aðra til þess að gera skólanum okkar betri. Því að það má alltaf gott bæta og á stóru vinnustæðum sem varmaskóla þá er óhjákvæmilegt að uppkomi einhver vandamál annars slagið eða verkefni og þá þarf að leysa þau og bregðast upp þeim og koma þeim í farveg sem að mínum mati er búið að gera hér. Ég get ekki tekið undir að þetta sé einhver sérstök byrjun á einhverju máli. Þetta er bara sífella, þá þurfum að vera að takast á við verkefni og örugglega vandamál í skólunum okkar og samskipta vanda barna sem að mér fannst formaður fræðslunefndar lýsa mjög vel. Auðvitað er þetta samskiptavandi og það mun alltaf verða til einhver samskiptavandi og það þurfum við náttúrulega bara
við þurfum að hafa úrræði og þekkingu til að takast á við það og það held ég að við höfum. Þannig ég sé svo sem ekki að þetta sé eitthvað sem að þurfi eitthvað öðru frekar að vera að taka púlsina á sérstaklega einhverju reglulegu millibili. Þetta bara verkefni sem að verið að gera. Menn vildu setja þetta á dagskrá fræðslunefndar þegar væri búið að fara yfir þetta með foreldrum, með skólastjórnendum, þannig að það verði að hafa einhverja upplýsta og vitræna umræðu á fræðslunefndarfundurum það, eins og ég skil málið. Og mér finnst að það hefur verið gert að skólastjórar og aðrir ræddu þetta og fóru gegnum það í hvaða farvegi svona mál yfirleitt eru. Já, fleiri hafa ekki gott sér hljóðs þetta mál. En það er hægt að ræða önnur mál ef menn vilja. Það voru 5 mál á þessum fundi hjá fræðslunefnd 14. mars. Það er engin hönd á lofti og þá er umræðan lokið þessa fundagerð og ég bið þá að réttum hönd sem samþykkja hana. Ræði eitthvað annað mál. Það nú 4, bara mjög stutt. 4, já, það er alveg þessu heimilt. Gjör svo vel sér málefni 4, það heitir málefni nýbúa. Já, forseti, það er málefni nýbúa, mál nr. 4. Þetta er mál sem að þetta er erindi sem við óskuðum eftir að fá á dagskrá í fræðslunefnd og þetta felur í sér fyrirspurn til allra leikskóla og skóla þann aðbúnað sem fyrir í skólunum til að taka á móti börnum sem að hafa af erlendum uppruna og tvítyngd. Og það var daginn ráðstefna á vegum SSH ferð 10 kennara til Skandinavíu til að kynna sér hvernig stoðkerfið þar er og það náttúrulega kom í ljós að það er allt öðruvísi aðbúnaður í Skandinavíu heldur en hér á Íslandi. Þar sem stoðkerfi, svo sem tungumálamiðstöð og túlkaþjónusta og eitt og annað er bara varla til hér á Íslandi. Eða allavega þarf að stórbæta þetta vegna þess að við erum sífellt að taka við fleiri börnum á Íslandi frá öðrum löndum og til þess að þau geti verið jöfn við önnur börn, fengið jafngóða menntun og önnur börn, þá þurfa þau í upphafi ákveðna stoðþjónustu. Út af það gengur í sér tillaga en hún er í umræðu. Hún er sem sagt í vinnslu, þannig að við erum ekkert að ræða hana núna. Hafsteinn, gjör svo vel. Forseti, þetta mál er búið að vera í vinnslu á fræðslusviði hérna langan tíma og eins og framkom á fundinum næst á undan þessum, þá var sagt óformlega frá því þessu verkefni sem að væri í vinnslu og því var mjög athyglisvert að fá þessa tillögu frá tillöguflytjendum að þetta færi í sérstaka skoðun þar sem að það var ljóst að það var í vinnslu og hér er búið að vera að vinna af starfsmönnum sviðsins að þessu máli og þess vegna eðlilegast að við fáum nánari upplýsingar stöðuna og hvað er búið að vera að gera á undanförnum mánuðum og við fáum það inn í fræðslunefnd þegar að það er búið að taka saman þetta minnisblað. Já. Já, það er svona gjör svo vel. Það er málum við 4. Gjör svo vel, Kolbrún. Já, forseti, við erum að ræða málum 4 í fundagerð fræðslunefndar. Mér langar bara að segja frá því að þess að starfsmaður eða Mosfellsbær sótti styrk
til að undirbúa og fara einmitt í þennan málaflokk og það heilmikil, þeir fengu styrkin á samt fleirum og það heilmikil vinna sem búið að fara á stað varðandi það að fræðast betur móttöku á erlendum börnum og hvernig við getum hvernig við getum hjálpað þeim aðallegast hér í okkar samfélagi sem best. Þessi hópur hefur staðið fyrir mörgum ráðstefnum og næsta ráðstefnum held ég sig svo þriðja í röðinni einmitt sú sem að varðar móttökuna inn í skólanum og hvernig best sé að undirbúa komu þessara barna sem við viljum náttúrulega hafa í lagi. En ég vil samt segja það að ef ég hugsa bara, hvað ég segja, núna næstu 18 ár, bara síðustu aldamót, 18 ár aftur í tíman, að þá veit ég að þá var varmaskóli í heilmikilli vinnu, veit ég að það var varmaskóli, af því ég þekkti betur til þar. Varðandi móttöku, já þá náttúrulega það var ekki til lágvaskóli, vandilega eða hvað, nei það var bara varmaskóli. Það var heilmikil vinna þar í gangi varðandi móttöku á erlendum börnum og þar mikli reynsluboltar sem tóku það verkefni að sér og þannig að við erum ekki að byrja þessa vinnu, það heilmikil þekking og heilmikil reynsla hjá starfsfólki í skólans, þannig að þetta er ekkert nýtt en það má alltaf bæta, þannig að skólinn og skólarnir okkar þekkja það mjög vel hvernig að taka á móti erlendum börnum og aðallega þau í okkar skólum og samfélagi en við getum alltaf lært og gert betur og þannig að þetta bara hluti af því og mér veist ég bara einstaklega ánægilegt að heyra það þegar við fengum þennan styrk og þessi vinna skyldi hefjast af svona miklum þunga eins og hérna við erum að sjá núna. En eins og Hafsteinn Pálsson sagði að þá er þetta minnisblað að verða til og mun koma hérna fyrir bæjarstjórn það hvernig málum háttað í dag en þetta kom náttúrulega líka, þessi umræða fóru reyndar líka á staði varðandi það okkar nýja fólk hér í bænum sem nýflutt og flutti hingað fyrir 2 dögum sem að ég vil óska allsins besta og óska þeim friðs og góðrar aðlögunar og þau fá að njóta þess að aðlegast hér í friði án þess að hér verði mikill hávaði í kringum þau, hvort sem það ég vil svona bara mýkja þeirra lendingu eins og mögulegt og börnin fá að koma inn í skólan bara í frið og ró og við getum tekið sem mest og best á móti þeim. Þannig að það eru ærin verkefni framundan og vonandi bara fjölgar fólkinu sem að styrkja okkar menningu og okkar fjölmenningu hér í bænum. Já, við göngum þá til atkvæði þessa fundargerð. Frestunin, þeir sem að samþykkja hana, bennir eftir bönd, hún samþykkt með 9 breyttum atkvæðum. Skipulagsnefnd, 16. mars, orðið laust. Ertu til í aðeins að bíða? Já. Það er komin inn ein hönd á loft og við hefjum umræður, Bryndís Haraldsdóttir. Já, forseti, ég held að það sé full ástæða til þess að vekja athygli á því að með samþykkt fundargerð skipulagsnefndar að þá erum við að samþykkja afgreiðslu á máli númer 1 sem er breyting á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Ég stóð reyndar í þeirri mælingu að það væri fyrsta breytingin á svæðisskipulaginu en einhverjir hafa talað að hafa gerð eitthvað minni áttar áður sem tengdist Landspítalanum. En þetta er allavega stór og mikil breyting á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem felur í sér legu borgarlínu. Og bókun skipulagsnefndar hljóðar þá svo með leyfi forseta. Skipulagsnefnd Mosbæjar samþykki breyting á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2040 þar sem skilgreindir eru samgöngu- og þróunarásar samanber 2. málsgrein 25. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og 9. grein laga umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Þannig að þegar þetta fer í gegnum öll sveitarfélög sem aðild eiga svæðisskipulagsnefndinni og vonandi með samþykki, í ljósi þess hvernig er búið að vinna þetta mál og virðist vera almenn samstaða, að þá sem sagt þessi svæðisskipulagsbreyting orðin að veruleika. Og þá er það næsta skref hjá sveitarfélögunum að aðlaga aðalskipulagin sín að svæðisskipulaginu.
Orðið er laust skipulagsnefndar fundinn. Nú, það kveður sem ekki frekar hljós og þá bara göngum við til atkvæðan þessa ágættu fundargerð. Og ég sé hér 9 hendur á lofti og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að ungmennaráði. 8. febrúar síðastliðinn. Fundur nummer 49. Orðið er laust. Anna Sigríður. Sko, já, forseti, það er bara almennt þessa fundargerð, hún er síðan 8. febrúar. Er það ekki rétt með mér? Jú. Hvað gerði þá? Það er í hausnum hana. Og ég bara furða mig á því, sko, hvað þessi fundargerð hefur verið allan þennan tíma. Og hver vinnulagið er með fundargerð ungmennaráðs vegna þess að ef minnið brestur ekki þá hefur áður orðið talsvert bið á því að fundargerð ungmennaráðs komi fyrir bæjarstjórn. Og svo leikum við forvitna að vita ef einhver hér inni hefur heyrt af þessum fundi, það varðandi mál númer 4, að nei, þetta er bara svona skrítin bókun, það stendur frestað og svo stendur Hanna Lilja tekur að sér að sjá um kosningu á netinu í framboðinu María Lilju og Úlfar. Embla Líf. Já, það er bara slóðum út af læginu þessi sérkennilega bókun, hún byrjaði á fresti, ég held að vera búið að þessu máli hefur verið frestað aftur, en greinilega hefur það verið afgreitt og það bara einhvern veginn ekki náðast að þurrka út. En mér finnst þurfa að athuga þetta mál að fundargerðir kom ekki svona svakalega seint inn til okkar. Orðið laust. Settum við ráðan hérna á mælindaskrá. Það er nú bara rétt að tæpa á þessu máli sem Anna Sigríður gerði hérna heiti til að ungmennaráðs Mosfellsbæjar setu ungmenni í nefndum Mosfellsbæjar. Mér finnst þetta bara gott að gerast það sem er að gerast og það sé ekki alveg afgreitt að það snýrist kosningu fulltrúa ungmennaráðs í íþrótta- og tómstundanefnd og það er bara mjög gott að ungmennaráð skipi það sem fulltrúa en þessu var ekki lokið þegar þetta kjósa á netinu. En það kannski er þið nú lokið núna en það kemur náttúrulega ekki fram hér. Hún er frá 8. febrúar, það er rétt eins og sagt var. Það er spurning hvort kosningu er lokið, hafið stafninga. Já, það er spurning. Vilja maður ræða fundargerð ungmennaráðs eitthvað frekar? Svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þeir sem að samþykkja hana eins og Einstofn Málberg með sér er réttu pönd og hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir 2 dagskrárliði sem að við samþykktum hér upphafi að dálítið margir klukkutíma síðan. En við gerðum það hér að taka hér upp 2 mál, annars vegar fundargerð frá íþrótta- og tómstundanefnd, fundi frá því í gær, það fundur nummer 219 og ég gef orðið, það var óskað eftir því að hún er tekið fyrir og ég gef orðið laust. Fundargerð íþrótta og tóms, er hún ekki hérna inni? Jú, hún kom inn sem svo ég bara fara alveg yfir þetta. Forseti, áður en fara að tala, ég óska eftir að fá að víkja fundi undir þessum tiltekna fundargerð því að ég er sonur minn einn af umsækjendum með þessa styrki og ég vil ekki taka þátt í afgreiðslu þessa máls. Nei, það færist þetta bókar að Haraldur Sverrisson víkur að fundi bara svo sé fara aðeins yfir þetta Sigrún og aðrir. Þetta snýst sem sagt það að það var óskað eftir því bara í dag að þessi fundargerð frá fundinum í gær, hún er tekin hér fyrir til afgreiðslu og við samþykktum það hér í upphafi fundar. Þannig að ég gef orðið laust þessa fundargerð. Er einhver sem veit ræða hana? Svo er ekki, þá er umræða lokið og ég bið þá réttu pönd sem að samþykkja hana. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Og þá getum við haldið áfram og bæjarstjóri getur gengið aftur í salinn. Við höfum eftir eitt mál hér áður við förum í fundargerði til kynningar. Ekki aftur að byrja umræðum það mál? Það heitir kosning í nefndir. Hver vill kynna það mál? Það er Tillögum breytingur á nefndum vaflista er það?
Nei, Það stendur hérna. já, það er eitthvað, Þetta er safnmál, þetta það er nú eitthvað skop. er safnlið. Það var þetta copy-paste. Vatnlista í fræðslunum. Breytist að þetta? Nei, þetta er eitthvað miskilningur með það, en þetta snýst breytingu á fulltrúar frá D-lista. Það er aðeins annað, D og af. En Haraldur, þú ætlar að gera grein fyrir þessu. Einmá. Já, gjör svo vel. Kosningi nefndir. Kosningi nefndir við bæjarfulltrúar D-lista og skulum eftir breytingu á skipan formanns í fjölskyldunefnd að í stað Theodórs Kristjánssonar sem verið hefur formaður í þeirri nefnd verði kosin Kolbrún G. Þorsteinsdóttir. Bara svo ég útskýri hvers vegna. Theodór hefur tekið að sér nýtt starf hjá lögreglu höfuðborgarsvæðisins. Það starf getur orsakað hagsmunaárekstur við þetta tiltekna starf í fjölskyldunefnd og hann hefur þar leiðandi óskað eftir því að fá að víkja úr þeirri nefnd. Kolbrún hefur verið formaður áður í þeirri nefnd og gengur því nokkuð vísa því hvað málið snýst. Þannig að þetta er tillaga okkar að í stað Theodórs Kristjánssonar verði formaður fjölskyldunefndar Kolbrún Þorsteinsdóttir. Já, ég veit ekki hvað þurfum að þetta formið, þetta má ræðist eftir fleiri tillögum. Er það ekki nokkuð sem að freyfir þessu, andmælið þessu? Ég býð mig frá. Það er komið galsi hérna í fólkið. Þá er þetta bara afgreitt hérna, kosningi nefndi þessi liður og Kolbrún tekur við þessu starfi. Þá er aðeins eftir hérna ágætu bæjarfulltrúar nokkra fundagerðir sem eru hér til kynningar. Fyrst er það afgreittafundur byggingafulltrúa, það var fundur 13. mars, orðið laust. Og það kveður sig engin hljóðs og þá er sú fundagerð lögð fram. Síðan kemur afgreiðslufundur skipulagsfulltrúa. Það er bara einn maður sem situr þann fund, það er skipulagsfulltrúi. Og orðið laust. Engin kveður sig hljóðs, þá er sú fundagerð lögð fram. Síðan eru nokkra fleiri hér, haldnir hér, engsum stöðum. Tökum næst fyrir fundagerð hjá svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Það var fundur 81, það var nú haldinn í janúar. Það er þetta 2 fundagerðir frá þeim, frá svæðisskipulagsnefnd. En við tökum fyrst fyrir fundin 27. janúar 2018, orðið laust. Engin kveður sig hljóðs, þá er sú fundagerð lögð fram. Þá er fundagerð hinn síðari frá svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur var haldinn Kópavogi 2. mars. Orðið laust. Það var mörg mál en engin kveður sig hljóðs og þá er sú fundagerð lögð fram. Og þá förum við í Sorpu. Það var stjórnarfundur í Sorpu 7. mars síðastliðinn. Orðið laust. Þá fundagerð, engin kveður sig hljóðs og þá er sú fundagerð lögð fram. Þá var það stjórn SSA, fundur nr. 455, haldinn 5. mars í Kópavoginum. Orðið laust. Engin kveður sig hljóðs og þá er sú fundagerð lögð fram. Og þá er nú bara dagskráin tæmd og ég þakka ykkur þessa löngu fundarsöndu og segi fundi slítið.